Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauða borðinu á þessum degi þar sem ýmislegt fór úr skorðum vegna veðursins. Við héldum á tímabili að við myndum ekki ná að framleiða neitt efni vegna þess að gestir okkar voru í vandræðum með að komast, en við erum með svona hálfan þátt fyrir ykkur í kvöld. Þannig að ég steytir í kantinu sem sagt. Ég heiti Björn Torleifsson og með mér er Laufey Líndal, vertu velkomin. Takk fyrir. Já, þetta var svolítið svona, það var pínlítið erfitt að vera í vinnunni á þessum degi. Allir skólarnir lokuðu, alls konar opinberar stofnanir, hvöttu fólk til að vera heima, starfsfólk og við vissum svona ekkert í hvað fótum áttum að stíga, en endum svo með hálfan þátt. Já, einmitt. Það voru hugrakkir viðmælendur sem að koma til ekkur í dag. Þetta var ekki fyrir neina aukvísa. Nei, einmitt. Mjög mismunandi aðstæður eftir í hvar fólk bjó. Einmitt, já, og fullkomlega skiljanlegt að fólk bara sá sér ekki fært að komast. Það er bara, ég er bara mjög þakklátt með að við fengum þessa tvo góðu viðmælendur í dag. Já. Ef við kannski bara fara yfir efni þáttarins í kvöld áður en við höldum lengra. Já. Hvað ætlað þú að bjóða upp á? Heyrðu, til mín kemur hann Skúli Ísak Kasey sem að hann er semst hluti af hópi sem að setja upp sýningu í Borgarleikhúsinu nýlega. Hann er semst einn af leikurum í sýningunni. En leikritið hét Þegar ég sé þig, þá sé ég mig. Og var sem sagt ég reyndar sá ekki sýninguna sjálf því miður, ég bara misti af henni en myndi ætlaði að sjá hana en svo bara var hann allt inn og búin. En sem sagt þetta er fólk að blönduðum uppruna, Íslendingar að blönduðum uppruna sem setja þessa sýningu upp og eru svolítið að fjalla sínar sögur af því að vera sem sagt hörundstökt fólk. Þannig að það eru tvær svona sýningar núna, Gæðablóð. Já, Gæðablóð sem að þeir komu fyrir 2 vikum að tala um Gunnar Smára, Unnsteinn Manuel og Jónmundur og Davíð sem ræddu við hann þá sýningu. Ég er að fara að sjá hana á laugardaginn. Já, gaman. Þannig að ég næ henni allavega. En sem Skúli er líka sonur hennar Amal Rún Kasey sem var áberandi upp úr 1990. Einmitt. Hún sem sagt var kona af sómölskum, eða frá Sómalíu. Sem að bjó hún kom 1987 og bauð sig meðal annars fram í borgarstjórnarkosningum fyrir Sjálfstæðisflokkin. Og var svona, bara öflug kona sem að þurfti að fara í gegnum alls konar. Já, bara eiginlega stækan rasisma í íslensku samfélagi, en svona einhvern veginn. Þetta minnir mig á það að ég var nú bara með fyrr í vikunni viðtal við 18 ára gamla stúlku rasisma. Hann er Sóleyju, Sóleyju Smáradóttur. Já, akkurat. Þannig að við erum augljóslega á fullu í því að spegla, kryfja, reyna að gera samfélagið manneskjulegra og skilja meira. Já, og líka bara eins og þessi sýning gekk út á svolítið að gera fólk sýnilegt. Það skiptir rosalega miklu máli eins og við förum yfir á eftir við Skúli. Það er bara svo mikilvægt fyrir einmitt fólk að sjá sjálft sig svolítið í endurspeglað í þjóðfélagsumræðu og listum og menningu og bara allstaðar, sko. Það er alþekkt að fólk er með einhverja fordóma, jafnvel kynþáttafordóma, þangað til fólk kynnist. Einmitt. Fólki sem lítur aðeins öðruvís út. Akkurat. Og það að nálgast og kynnast og vera einhvern veginn ekki alltaf í einhverja hatursfjarlægð vegna ótta, fáfræði og annars slíks. Þannig að samtalið er einhvern veginn galdurinn. Bara skiptir gríðarlega miklu máli og líka skiptir máli fyrir fólk að segja sínar sögur og svo framvegis sjálft, það er sem að tala sjálft fyrir sína eigin hönd, en vera ekki alltaf einmitt svona svolítið verið að tala um það. Þetta er svona, ekkert okkur án okkar. Nei, það er einmitt. Dæmi. Það var löngum þannig að því ég hef svo langa sögu í blaðamennsku. Ég man það bara fyrir áratugum að maður var einmitt alltaf að kalla til einhverja sérfræðinga sem tjáði sig einhvern minnihlutahóp eða hóp í veikri stöðu,
En fulltrúar hópsins voru sjaldnast sýnilegir. Við borðið, já, einmitt. Það var náttúrulega fatlað fólk þekkir þetta mjög vel til dæmis. Og náttúrulega bara allir hópar. Það Einmitt. Já. Nú, hinliðin á penningnum í kvöld. Hann kemur til mín, hann Gísli Tryggvason lögmaður. Einmitt. Og hann vann sko ansi merkilegan sigur í dómsmáli. Þar sem, mér langar að segja ljótugallarnir. Ég ætla nú ekki að gera það. Dómsmáli þar sem að svona öfl sem eru sterk, búa yfir miklum resursum, hjóluðu í samstöðuna vegna fréttaflutnings. Akkurat. Og kærðu okkur. Já. Töldu ærumeðingar hafa verið framdar og vildu mjög háar bætur. Já. Bæturnar, ef dómurinn hefði farið öðruvísi en fór fyrir landsrétti, þá hefði bara bæturnar einar og sér geta í rauninni farið langt með að bara kaffæra svona lítið fjölmiðil eins og okkar. Þannig að það skipti mjög miklu máli að við vorum sýknuð. Já. Og Gísli sem sagt rakmálið fyrir hönd samstæðurinnar. Og það svolítið síðan að þessi dómur fjall, alltaf sé ekki hátt í 2 vikur, en ég minnist þess ekki að hann hafi verið í fjölmiðlum að ræða bæði dóminn og þýðingans fyrir blaðamennsku. Þýðingans fyrir vinnustað eins og okkar. Við þetta rauðaborð til dæmis falla oft stórorð. Já. Og við teljum mikilvægt að fólk geti talað í líkingum, að það sé hægt að íkja og segja eitthvað í þá merkingar á þess að hvert einasta orð sé skrútinerað og allir séu alltaf hundeltir af hálfu þeirra sem eiga mesta peningana. Akkurat. Geta ráðið sterkustu lögfræðingana og hafa mestu bjargirna til að hafa sjálfstæða blaðmennsku undir. Já. Þannig að ég held að þetta verði bara fróðlegt og áhugavert fyrir hlustendur og áhorfendur og þá sem að fylgjast með samstöðinni að hlusta á Gísla lýsa þýðingu þessa dóms. Já, ég allavega bara hlakka til að hlusta á hann vegna þess að þetta eins og þú segir, gríðarlega mikilvægt fyrir bara alla blaðamenn og alla sem stunda fjölmiðlun á Íslandi. Það ennefnilega það, sko. Þetta er eiginlega risamál upp á svona það hvernig við getum starfað hér, hvernig við getum hugsað okkar rými, hvaða frelsi við höfum til þess að bæði tjá okkur sjálf og kalla hér að rauðaborðinu alls konar fólk. Já, akkurat. Við trúum ákveðið svona hispursleysi, við viljum að sem flestar skoðanir komi fram, jafnvel skoðanir sem við fyrirlítum, við viljum líka heyra þær, við viljum líka hafa þær í návígi, við viljum berjast fyrir rétti fólks til þess að hafa skoðanir sem okkur finnst algjörlega óverjandi og svo bara einhvern veginn síjar maður úr fjölbreyttum upplýsingum til þess að mynda sér eigin skoðun og dómgreind. Er það ekki einhvern veginn þannig? Það er einhvern veginn þannig. Já. Og það sé svona, en ég mitt minn viðmælandi á eftir mun líka tala mjög hausburslaust. Akkurat. Og það er bara, gott sérstaklega mitt þegar að fólk til eru í aðsettum hópum að fá að tala sína upplifun. Ég slíka ágætt þessu samhengi að minna á að því ég nú með meistaragráðu í fjölmiðlun og blaðamennsku og þurfti nú að lesa yfir ansi marga dóma sem höfðu fallið gegn blaðamönnum sem hluta mínu námi og allt það. Akkurat. Og það er bara saga dómstóla og fjölmiðla á Íslandi er ömurleg. Það er bara sko forréttinda stéttir í dómarasæti hafa bara viljað hafa það svolítið kósí áfram, þeir og þeirra velstæðu vinir og það hafa ítrekkað fallið dómar sem eru alveg út í hött gegn blaðamönnum sem hafa vogað sér að ætla sér ekki að sykurhúða veruleikann og suma af þessum málum við höfum þurft að sækja þau út fyrir landsteinina til mannréttinda dómstóls Evrópu þar sem Íslenska ríkið hefur dómarar Íslenska ríkisins hafa ítrekkað að verið hundskammaðir og gert að draga sitt tilbaka og það er ágætt að svona rifja þetta upp og benda á þetta að tímandi sem við lifum núna sko þeir eru ekkert frábærir í fréttalegu eða blaðamennskulegu tilliti
hér hefur orðið mikil fækkun fjölmiðla, þeir hafa polariserast, hlutverk þeirra hefur breyst, Morgunblaðið er náttúrulega orðið meira áróðursblað heldur en fréttablað, að minnstakosti að nokkur leyti eins og umræði hefur verið síðustu daga og blaðamönnum hefur stórfækkað og fólk er hætt að gera greinamun á góðri og vandari blaðamennsku, ritstjórn, sjálfstæðum ritstjórnum og bara einhverjum bloggurum út í bæ eða einhverjum sem er duglegur að skrifa status á Facebook, oft alveg glórulausa. Þannig að við þurfum að hafa þetta allt í huga. Já, einmitt. Það er bara ég einmitt las þetta aðeins líka í mínu námi þegar ég tók stjórnmálafræði og fjölmiðlafræði samhliða. Og einmitt Já. Þannig að þetta minni staður Erla Hlynsdóttir hefur náttúrulega unnið sigra fyrir mannréttindadómstólnum sko. En hefur verið kærð til siðanefndar blaðamannafélagsins? Ekki, mitt. Þú er ekki verið kærð? Ekki ég persónulega. Nei, ég man ekki hvort ég hef verið kærður. Það er ótrúlega oft og það er farið ótrúlega mikil tími í að verjast þessum kærum. Ég hef alltaf verið sýknaður að fullu. Ég hef aldrei fengið neina áminningu eða neitt en sko orkan sem fer í þetta er ótrúlega. Já, akkurat. Og það eru til góðir lögmenn sem hafa hjálpað blaðamönnum sem starfa á litlum févanna fjölmiðlum og gera það frítt. Já. Það er eitt af því sem það hefur. Já, því að þetta er náttúrulega árásirna verða náttúrulega helst á veikum miðlana sem að þessir fjársterku aðilar vita að þeir geti lagt með bara nokkrum milljóna. Já, árás á einn blaðamann getur verið árás á heilt samfélag. Já, nákvæmlega. Þegar blaðamaðurinn er að stunda störf sín af natni og einhverju viti. Það er náttúrulega nóga blaðamönnum sem eru bara í því að stunda blaðamennsku sem er ekkert göfugt við því að það hefur oft verið þannig að markaðslega er það skásta leiðin til þess að halda vinnunni, það er að elta í rauninni vittlusun og það sem skiptir minnstu máli að vera aðeim. Já, svo erum við að missa blaðamenn náttúrulega í bara Já, vinstri hægri. Já. Í önnur störf. Í önnur störf. Og hvað er fjölmiðla fulltrúa stöður og upplýsingafulltrúana og það allt saman. Einmitt. Það er að segja myndi, upplýsingafulltrúar. Já. En eigum við kannski í þessu samhengi aðeins að ræða við hlustendur og áhorfendur sko stöð okkar undanfarið á samstöðinni og hvernig við ætlum að bregðast við áskorunum sem að hafa orðið. Einmitt, okkar diggustu áhorfundur hafa kannski tekið eftir að það hefur verið svolítið mikið af mér og þér. Já. Ég náttúrulega hef helst verið í tæknimálunum en ég hef svona aðeins hlaupið til núna því að það hafa bara verið Þú er hlaupið inn í brennandi hús. Já. Já, þetta sem sagt sko til samanburðar í fyrra síðsumars þá voru hér 4 dagskrárgerðarmenn á fullu. Já. Og þeir deildu svona á milli sín störfunum og við komumst bara klakklaust frá því en það var alltaf mikið að gera. Já. Alltaf einhver hlaup en það sem hefur gerst síðan er að sko einn hætti og hvar til annar starfa og svo hafa þá 2 af þessum 4 þeir hafa verið undanfarið báðir í veikindaleyfum og veikindi annars þeirra hafa tekt sig mánuð aftur í tíman og þannig að við höfum svona verið svolítið í því að hlaupa aðeins hlaupa til, já, akkurat og stökkva til í alls konar viðtöl sem við vorum ekki undirbúin undir eða misundirbúin já, þetta er svona við verðum alveg að virða það við ykkur að hlustendur og áhorfendur þegar sýnt þessu ástandi mikinn skilning við vitum alveg að við höfum ekki náð alveg 100% að svona dekka þá gæðastaðala sem við vildum gera en við höfum svo sannarlega gert okkar besta en með góða viðmælendur sem hafa vita hvað eru að tala heldur betur en sem sagt til að bregðast núna við þessu ástandi því að það horfir í það að 2 lykilmanna okkar, Gunnar Smári náttúrulega sjálfur ritstjórinn og María Lilja Þrastardóttir þá horfir í að þessi 2 starfsmenn verða mestu fjarverandi að minnstakosti næstu 2 vikur og þeir sem eftir standa eru orðnir ótrúlega lúnir bara svo það sé sagt og við viljum ekki missa þá í bruna
þá starfsmenn sem eftir standa. Við viljum ekki missa það í kulnun því að við þurfum að halda áfram að megum ekki við því, sko. Nei. Þá sem sagt ætlum við að bjóða upp á við ætlum að bjóða upp á vikuskamt á morgun í þinni umsjá. Ég verð með hann, já. Við ætlum að bjóða upp á helgispjall á laugardaginn við þjóðþekktan einstakling. Einmitt. En Sigurjón Magnús sem hefur verið ótrúlega duglegar að hlaupa hér í ýmis skörð og fylla og bara frábær liðsauki samfélagurinnar. Hann eiginlega líka svolítið svona ekki alveg við fulla heilsustendur og við ætlum sérst ekki að vera með sinni Egils á sunnudaginn. Þeir falla niður. Og svo ætlum við að fara óvenju snemma í páskafrí til þess að bregðast við þessu ástandi. Til þess að ná að hvíla fólkið og við ætlum að koma óvenju seint úr páskafríi og þá erum við að tala um rauðaborðið. Við erum að tala bara um dagskrárgerð rauðaborðsins. Aðrir þættir utan rauðaborðsins verða teknir upp, er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú, mér skilst að þeir í sjávarútvegsspjallinu, hann Gretar Mar ég held að hann ætla að koma í næstu viku og mögulega grænaborðið. Umhverfismála þátturinn. Við erum þá að reyna að finna heppilegan tíma til að taka það upp. Og við ætlum ekki að það verður ekki þögn. Við ætlum bara að endurbirta sæg af góða efni. Já, það verður náttúrulega, þó að við verðum ekki með beinar útsendingar í gegnum YouTube og Facebook, þá verður sjónvarpsdagskráin okkar áfram á sjónvarpi Símons í fullum gangi og þar verður bara endursýnt ýmist efni, bæði gamalt og nýtt. Og svo náttúrulega í útvarpinu þar sem að sem er sama dagskrá og er á sjónvarpi Símons, það verður náttúrulega bara í fullum gangi yfir alla páskana og óslitið og sem sagt það eru bara beinu útsendingarnar okkar sem að verða ekki í en fólk getur að sjálfsögðu nálgast alla þættina eins og á YouTube og bara farið þar í annarkvort eða ítir á live flipan þá farða þættina sem hafa verið í útsendingum en svo er þetta að fara í videós sem væntanlega á íslensku heiti myndbönd eitthvað svoleiðis sem fólk er með að stilt á íslensku og þar eru öll stöku viðtölin sem hafa verið við rauðaborðið bara alveg frá upphafi þannig að þar er hægt að finna alveg sæg af góðu efni. Föstudaginn langa Föstudaginn langa við hefum náttúrulega alls konar spjall sem eru vel við hæfi og við munum örgulega að velja dagskrána vel á föstudaginn langa einhverju viðtöl við presta og og alls konar trúarleiðtoga og bara svo maður einu smá orðastað við ykkur þá liggur alveg fyrir að við vildum gjarnan geta komið enn betur á móts við ykkur. Það eru þarna 2000 manns sem að borgið áskriftargjald eða styrktargjald og samstöðin er í rauninni ykkar eigu. Það eru þið sem að haldið okkur gangandi með ykkar stuðningi. Það er hægt að borga 2750 krónur á mánuði með því að fara inn á samstöðin.is og finna áskriftarnappinn. En það er líka hægt að borga hærri fjárhæðir og ég hef sagt sögur af því að jafnvel einstaklingar með frekar lítil fjárráð segja mann að þeir séu að borga 4-falda áskrift bara til þess að halda okkur gangandi og við erum mjög þakklátt fyrir það. Við vildum gjarnan búa til enn meira efni en núna biðjum við smá skilning frá ykkur í þá veruna að þið haldið áfram að styðja okkur en gefið okkur smá rými í 2 vikur til þess að endur hlaða batterín að hlaða batterín það verður gott til þess að eru páskarnir ansi góðir er það ekki? Jú, ég held það þannig að þetta er nú svona það sem að það er sem sagt þá 13. apríl sem að vonandi við getum snúið bara öll á fullum krafti og þá fyrir nú bara styttast í sveitarstjórnarkosningar og við spýtum í slíka í umfjöllunum sem tengist því og svo aðrar kosningar síðar í sumar sem eru nú heldur betur bitastæðar sem við vitum ekki ennþá hvort við fáum eða ekki. Nei, það er rétt en við það er smá tvísindum það er ótrúlega staða
En verður ekki bara beitt þessu ákvæðið þarna til þess að knýja umræðan áfram? Það spurning sko, en svo ég myndi ekki skáða sko. Svo náttúrulega líka útistandandi þjóðaratkvæðagreiðsla sem við eigum nýju stjórnarskrána sem aldrei var uppfyllt, þannig að þetta allt svolítið svo maður komið því nú að það verði svolítið leiðanlegur. En sko við erum náttúrulega að reyna að vera með puttan á púlsinum og fjalla þjóðmál líðandi stundar. Við erum líka menningarstöð, við erum líka mennskstöð, við erum líka að reyna að draga fram hlýja og bjarta tóna og við reynum svona mest að láta það í friði sem að sumir aðrir fjölmiðlar ganga fyrir, sem bara yfirborðið og vittleysan. Smelli beitur og annað. Við bara reynum, við erum ekki þar. Nei, við erum ekki þar, við erum í mannlega þættinum, það ekki? Jú, og svona maður reynir að nota heilabúið og heilabúið viðmælendana til þess að reyna að skapa gagnlega umræðu, eitthvað sem skiptir máli. Já, einmitt. Og ég kannski skýti að það má endilega ef þið viljið fá eitthvað endurflutt yfir páskana, þá má alveg koma með óskir. Það má biðja óskalög. Það má biðja óskalög. Já, þá er það samstöðin, samstöðin.is. Já, það má senda þar inn. Ef einhverju vill eitthvað, heyri eitthvað spes yfir páskana, þá reynum við að verða við því. Já. En þetta náttúrulega, við eigum náttúrulega svo gríðarlega mikið efni. Já, alveg svakalegt. Náttúrulega framleiðslan er náttúrulega með ólíkindum. Hún er fáránleg. Já. Og eins og, þú veist, þegar ég hugsa aftur til gærdagsins, ég held að ég hafi búið til 4 klukkutíma af sjónvarpsefni. Það mikið rétt, Björn. Þú bjóst til 4 klukkutíma. Ég rétt aðstoðaði við kynninguna, held ég. Já, en þú náttúrulega, þetta setti líka gríðalegt álag á þig og tæknifólkið og svona. Og það er eitt sem að fólk veit ekki. Þegar þú ert að taka upp þátt, þá ertu líka í alls konar öðrum verkefnum. Já, við erum Þú ert að klippa í beinni, en þú ert líka með rosalega mikla tæknivinnu fyrir alla miðlan okkar, fyrir að rendera þessu eða hvað þetta kallast er það ekki. Við erum við Pétur, við erum Pétur Fjölsteð. Ég ber mikla virðingu fyrir því hvernig þið getið splittað ykkur alltaf í 10 áttir á meðan þeir eru að vinna. Einmitt. Þetta bara, svona er þetta sko. Við erum samhent áhægt og berjumst til síðasta blóðdropa. Ég sem einsta móðir náttúrulega, þetta er ekki nýtt fyrir mér að vera í mörgum verkefnum í einu. Já, og ætli ég get ekki kalla mig vinnufíkil. Ætli það hjálpi mér ekki í þessum aðstæðum. Það þýðir ekkit annað á svona vinnustað sko. En já, er eitthvað fleira? Er ég að gleyma einhverju? Ég held ekki, ég held að eigum við ekki bara að gefa okkar viðmælendum sem að börðust í gegnum veðrið. Jú, gefa þeim orðið. Ég heldur að veðrið hefur aðeins Já. Það er orðið betra núna, var ekki fuglasöngur á þann og leti? Jú. Já, þú sagði mér það. Já, ég merkilegt með fuglana. Já. Þeir steinhægt að syngja þegar veðrið er vont. Svo bara leið og léttið til þá bara bestan inn á gluggan. Já, en það er tilefni til að syngja þegar veðrið léttir sko. Fuglarnir eru í rauninni miklu betri veðurfræðingar heldur en þeir sem við hlustum á hjá veðurstofunni sko. Þeir náttúrulega geta heldur ekki sungið í svo roki sko. Það er vesen. Það er algjört vesen. Já, akkurat, neini. Þannig að við bara gefum viðmælum okkar sviðið sem við þakkum innilega fyrir að hafa komið í dag. Akkurat. Það er ekki tímabært að segja gleðilega páska. Við ætlum að gera það á morgun og hindaginn. Já, ég skal reyna mun eftir því á morgun og ég með helgispjall að löga þetta. Helgispjall klukkan 9 og löga þetta á smóti. Já, en það er tímabært að þakka ykkur fyrir það langlundar geð sem að þið hafið sýnt þessum aðstæðum. Við hefum fengið ótrúlega hvatning og stuðning og pepp þótt að tímatin hafi verið snúnir og við biðjum sem fyrr segir skilning í smá tíma í viðbútt. Svo bara komum við marg eld vonandi. Yeah. En Laufey, kæra þakki fyrir samtalið og fyrir alla vinnuna undanfarið. Takk sömuleiðis. Og við förum að setja í gang örfáar auglýsingar og svo bara gjörið þið svo vel. Við viljum að okkur verði miskunnað og við skulum miskunna öðrum. Ég heiti Bogi Ágústsson. Ég trú á miskunnsemi. Fatamarkaður Vorstjörnunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það er ekki bara föt heldur allskins munir og svo er alltaf heitt á könnunni. Komið fagnandi. Opið
frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga, fatamarkaður Vorstunnar. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Það féll dómur í Landsrétti 5. 12. mars, ekki fyrir svo löngu. Þar sem Elja, þjónustumiðstöð atvinnulífsins, HF, hafði ekki erindi sem erfiði í því að stefna samstöðinni. Einum af blaðamönnum okkar hér sem reyndar starfar ekki lengur hjá okkur, hann heiti Hjálmar Friðriksson. Og Gísli Tryggvason, lögmaður, varði hann. Þetta varðar meint meðyrði, ærumeiðingar gegn tjáningafrelsi. Og Gísli hefur verið hér fastur gestur hjá mér eiginlega í allan vetur. Með svona 2 vikna millibili. Við höfum kallað spjallið okkar réttur settur. Og höfum þá verið að tengja lagalega álitefni við fréttir líðandi stundar og í dag þá Gísli kominn enn á ferðina. Við ætlum að mestuleyti bara að fara yfir þennan dóm og hvað þýðingu hann hefur fyrir blaðamennsku og samfélag. Vertu velkomin Gísli. Takk. Ég óskaði til að hamingju með sigurinn. Já, þakka fyrir og þetta voru mér að segja 2 dómar sem að fóru á sama veg. Þar að segja Hjálmar var sýknaður í báðum málunum. Annað var þessi lögaðili Elja. Já. Og hitt var eigendur Elju gegn honum. Já. Þetta mér fannst alltaf þegar ég fylgdist með þessu máli sem að nú kannski bara rétt fyrir hlustendur og áhorfendur að ég ræði núna tiltekin ummæli sem bitist var Ég að skrolla hérna í dóminum til þess að finna þetta. Hvar þetta nú aftur? Þetta svo efnismikill dómur. Ég verðist nú hafa... Já, þetta til dæmis efst, þá eru tilgreind þessi 3 ummæli. Já. Þetta efst? Já, efst í dóminum eru tilgreindar dómkröfur sem það sem að krafist. Já, alveg rétt. Áfríandi, eftir að Hjálmar þessi skrifar frétt á vefmiðlinn samstöðin.is því það hafa verið kaflar í starfssögu samstöðarinnar þar sem hefur verið á köflum töluverð frétta framleiðsla á vefnum og þetta voru einu slíku tímabilið hana 24 ummælin sem voru í fréttinni eftir bruna þar sem maður lætur lífið eitt sannleikurinn þó að Elja stundar nútíma þrælahald sem hefur nú dregið mann til dauða á Íslandi. Í öðru lagi, nú hafa þessir vafasömu starfshættir dregið mann til dauða. Í þriðja lagi, það ætti ekki koma neinum á óvart að það má hafa góðar tekjur af þrælahaldi. Svo raunin með Elju. Það sem vísað til það að fólk var í gistingu í atvinnu eða iðnaðarhúsnæði sem stranglega tekið þá ólöglegt, það ekki sem? Jú, ég held að megi nú segja að það sé ólöglegt. Það allavega ekki í samþykktu íbúðarhúsnæði. Nei, og hvers vegna tók Hjálmar svona sterkt til orða? Já, hann auðvitað róttækur blaðamaður og á róttækri stöð, þannig að það var einmitt svolítið tekist á það í héraðsdómi þegar hann gaf skýrslu sem aðili málsins að hann benti á það að samstöðin væri róttækur miðill og það nú gaman að segja frá því að þetta opið þinghald sem átt sér stað að lögmaður stefnenda og áfríjanda Vilhjálmur H. Vilhjálmsson
sem var nú einu sinni róttækur maður, hann spurði það sko, hvað þýddi það að vera róttækur miðill og gaf honum eiginlega svarið og sagði, þýðir það að tala vel kommunista og illum kapitalista og Hjálmar svona játti því. Það svona einföld það hans hugmyndafræði í blaðamennsku. Já, en auðvitað á þetta að vera málefnalegt og mér finnst nú kannski líklegt að mörgum, allavega sem eru svona með vinstri slagsíðu, mörgum finnist það kannski bara réttnefni að tala þetta sem nútíma þrælahald. Allavega sá ég það á samfélagsmiðlum þegar dómarnir voru fallnir að mörgum fannst þetta bara réttnefni. Já. En auk þessu voru dómararnir, bæði héraðsdómarinn sem er nú eiginlega líka fyrirhandi róttækur lögmaður, sko, Sigríður Rut Júlíusdóttir. Þannig að við vorum heppin með það að hún sýknaði þess að Hjálmar af þessum ummælum. En síðan var Landsréttur líka sammála því, þar voru 3 dómarar og ekki fyrst og fremst fyrirhandi lögmenn, það er stundum gott að vera með fyrirhandi lögmenn sem dómara því að þeir skilja kannski svona aðstæðu betur. En það sem flækti þetta aðeins var að þessi maður sem að lést, hann hafði ekki verið starfsmaður þessa fyrirtækis eða eigenda þess, heldur að hann bara verið leigutaki í húsnæði sem þeir áttu hluti í. Já. Þannig að þetta var kannski ekki alveg réttnefni að því leyti að kalla þetta þrælahald, en þetta voru auðvitað ömurlegar aðstæður. Já. Og kannski var tekist á það hvort aðstæðunar höfðu tengsl við þessa sorglegu útkomu. Það flækti líka málið að slökkvilistjóri kom í viðtal seinna sama daginn eftir brunan, eftir að Hjálmar hafði skrifast 2 fréttir þetta sem tekist að vera á og slökkvilistjóri eyddi allir sínu orku, þáverandi slökkvilistjóri Jón Viðar Matthíasson í að réttlæta þetta og segja hvað þeir hefðu verið í góðu sambandi við eigendur og þeir væru mjög meðvitaðir þetta og brunavarnir hefðu verið mestuleyti í lagi. Þannig að hann var bara eins og fannst mér almannatengið til að vinna fyrir Elju. Mér fannst það forkastalegt og ég gerði svolítið mat úr því að mér finnst nú kannski að stjórnvöld ættu frekar að vera í eftirlitsliðinu og liðið með smælingunum sem að færi svona illa þó að það sé ekki beint orsakat. Verja litla mannin. Já, en auðvitað það var enginn sem fullyrti að það veru beina orsakatengsl hvað þá ásetningur í þessu. Þannig að við töldum að forskeytið nútíma myndi nú kannski hjálpa, það væri ekki beinlínis verið að tala þrælahald, hvað það mansal eins og lögmaðurinn hélt fram, það var verið að tala það sem kallaði nútíma þrælahald, slæmar starfsaðstæður eða slæmar búsetuaðstæður í þessu tilviki. Einmitt. Af því að ég nú svolítið verseraður í þessum fræðum, bæði sem blaðamaður sem náttúrulega hefur verið margkærður, aldrei dæmdur, bara svo það sé nú sagt, en maður oft þurft að verjast. Og yfirleitt þetta einhverjir kallar, valdamikli kallar með hellingapeningum sem að hjóla í blaðamennskuna og vilja knýja okkur til þess að filter okkur, sykurhúða blaðamennskuna, einmitt segja ekki, vera ekki nóttu stór orð. Að því sögðu vil ég benda á það bara svona hlustundum áhörundum, en ég hefði sjálfur aldrei skrifað svona fréttateksta. En mér þykir mjög gott að dómsniðurstaðan hafi orðið svo sem hún var. Mér finnst svona vegna námsmíns við í blaðamennsku, meistaragráðu þar sem að ég skoðaði mjög mikið svona mál. Ég var svona veltaði fyrir mig hvort kjarni málsins væri ekki í kafla í dómunum, þar sem segir að ég má lesa beint upp úr. Sönn ummæli leiða almennt ekki til ábyrgðar, jafnvel þótt þau teljist æru meiðandi. Þannig takmarkast heimildir til að halda fram lögbroti ekki við tilvik þar sem stjórnvöld eða dómstólar hafa þegar komist að niðurstöðu slíkt brot. Á hinn bóginn ljóst, svo dæmi sé tekið að 3. málsgrein 73. greinar stjórnarskrárinnar því ekki til fyrirstöðu að ómerkt séu ósönn ummæli sem sett eru fram af engu tilefni og í vondri trú. Svo segir, við mat á því hvort ummæli skuli sæta takmörkunum skiptir þannig máli hvort fremur ber að líta á þau sem gildisdóm
en staðhæfingu staðreind. Fremur líta á þessum gildisdóm en staðhæfingu staðreind. Gildisdómar njóta aukinar verndar og verður mönnum ekki gert að sanna þá eða þeim refsað fyrir tjáninguna takist ekki slík sönnun og svo vísa til Hæstaréttardóms frá 2009. Þetta liggur þarna, það ekki? Jú, ég held að þetta sé rétt hjá þér að þetta einn aðal kjarni málsins að dómstólar, bæði héraðsdómstólar og Landsréttur og Hæstaréttur hérlendis og ekki síst Mannréttindadómstóll Evrópu sem að hort hefur verið til í áratugi við framkvæmda og svona álitefnum þegar tekist á tjáningafrelsi annars vegar og æru hins vegar sem eru nokkuð jafngild verndarandlög að þá hafa dómstólandi teygt hugtakið gildisdóm sem að klassíst væri nú kannski bara einhver sé ljótur eða leiðilegur, það gildisdómur yfir í að vera næstu því staðhæfingu staðreind eða staðreindir. Þannig að menn hafa komist upp með að kalla blaðamenn og aðrir sem að eiga í þessum málum að kalla menn jafnvel rasista og ljótari orðum jafnvel kynferðisafbrot koma oft við sögu. Nauðgara. Já, það féll nú reyndar dómur það sem að maður var kallaður rapist eða nauðgari en sá dómur þótti ganga á langt þar segja Hæstiréttur hafði gengið og langt í að vernda tjáningafrelsi þar og því var snúið eiginlega við eða gagnrýnt af Mannréttindadómstólum. En svipuð ummæli, það til dæmis að stór fjárfestir var kallaður eitthvað í takt við landráðamann af því að hann hafði ráðist á krónuna og það sem sameiginlegt þessum málum þá að það var þá einhver tilefni. Ég má kannski ekki taka það upp hjá sjálfum mér hvorki sem lögmaður né ef ég væri blaðamaður að kalla bara einhvern mann morðingja eða nauðgara eða rasista. En ef það í tengslu með einhver þjóðfélagsumræði eins og þarna, þetta hörmulega mannslát, að þá mjög teygður ramminn til þess að leyfa svona ummæli. Af því að þetta auðvitað krítísk umfjöllun og í því fólkina þetta að veita bæði stjórnvöldum og kapitalistunum þá aðhald. Þannig að það sé ekki óheftur kapitalismi heldur einhver bönd. Já. Og síðan það að jafnvel þó menn fari aðeins yfir mörkin eða standi á mörkunum að þá eru líka rúmar heimildir að því að menn vilja ekki kæla umræðin svo kallað chilling effect það kallað að ef að það alltaf verið að lögsækja menn út af einhverju sem að kannski hefði mátt orða smekklegar að þá fara blaðamenn og ritstjórnir almennt að passa sig ómikið og self-censurera. Og við þekkjum það kannski öll að við kannski ef við erum að tala á einhverjum vettvangi eða einhvern viðkvæman einstakling þá kannski pössum við orðalagið og ef maður alltaf með eitthvað svona í bakhauðina nú verð ég að gæta orða minna þá kannski vantar upp á slagkraftin í miðlunum. Merkingin jafnvel bara hverfur. Já. Eða lætur á sjá. Gildisdómur, mér getur dottið að skrifa í kvöld Gísli Tryggvason fábjáni og segjum að bara ég skrifaði á Facebook og ég hugsa að þú myndir tapa því máli að þú myndir lögsækja mig. Já, bæði að því að ég bæði að því að þú ert blaðamaður og þetta kannski í tengslu í starfið og að því að ég hef allavega á stundum verið svona nokkuð opinber persóna, ég ofta að tjá mig einhver mál eða hef í gegnum tíðina og þá oft svona eins og að maður þurfi að yfirstíga erfiðari takmörkun heldur en ef þú myndir segja þetta bara einhvern algjörlega óþekktan mann og svo værirðu kannski með einhver rök fyrir því, eitthvað sem ég hefði sagt þá væri það ómögulegt fyrir mig að fara í mál út af svoleiðis. Og dómarinn í þessu máli sem myndi sennilega, ef þú myndir lögsækja mig, minnst líklegt að þú myndir ekki vinna málið, minnst líklegt að ég hefði sýknaður, hann myndi sennilega vísa til þess að ég hefði ekki beint verið að segja að þú væri greindarskerstur, þótt ég kallaði þið fábjána. Þarna ekki komið svolítið gildisdómurinn versus staðreindir sem eru óhaganlegar? Já, og það eru líka til dómar það sem að verist vera að kalla menn
glæpamenn og fasista, sko, og ég mætti sennilega segja einhver ráðherra væri fasisti ef ég væri ósammála stefnunni og það væri einhver tilefni. En það hefur lengi verið, alveg í áratugi, 50 ár minnskosti, síðan að dómar féllu í málum sem kendir voru við varið land. Þá mátti nota mjög sterk orð það mál, ef maður rétt. En síðan eru það dómkröfundar, sko, menn krefjast þess annars vegar að ummæli séu dæmd dauð og ómerk, sem svona áfellisdómur en hefur annars engar afleiðingar. Það bara sagt, þetta var ekki rétt að orða þetta og svona. Og síðan það næst, menn krefjast skaðabóta. Stundum ganga menn svo langt að krefjast refsinga, því þetta eru svo kvöldu enga refsimál. Já, og í þessu tilviki var að ræða kröfu 6 milljóna króna skaðabætur. 6 í öðru og 9 í hinn. Já, þannig þetta var alls 15 milljóna krafa, þannig þetta var stórt mál, þannig að það var að því leyti réttlætanlegt úr því að málið sættist ekki á forstigum, eins og svo sem má segja hafi verið reynt. Og heldur ekki setna þegar dómari í héraði bindiði til lögmann að reyna að sætta það, þá reynduði það en það mistókst fljótt. Þannig að þetta var stórt mál sem þurfti að verjast, sko, 15 milljóna króna krafa og svo náttúrulega orðstýr bæði Hjálmars og samstöðurinnar að vinna það þá, það mátti orða þetta svona og það var ekki einu sinni ómerkt. Ef þetta hefði síðan farið á þann veg að það hefði verið ómerkt, þá hefði næstislagur verið skaðabætunar og það var svolítið sorglegt að því við unnum þetta bara 100%, þá reyndi ekki á mjög spennandi sjónamið sem ég taldi mig hafa sterk rök fyrir, þar að segja ég taldi ekki að fyrirtæki eins og Elja gæti krafist miskabóta og þar voru við að því liti eiginlega heppin, báðir aðilar má segja, því að einn dómarinn í Landsrétti er sérfræðingur í mannréttindum lögaðila. Hann skrifaði þykka bók sem heitir Mannréttindi lögaðila og í þessu tilviki komst það nú eiginlega þeirri niðurstöðu að það væri hæpið að í svona málum gæti fyrirtæki átt rétt á miskabótum en þessi dómur tók ekki á því að það var alveg sýknað af ómerkingakröfun og þá datt bæði skaðabótakrafa og miskabótakrafa upp fyrir sig. Ég gat vitnað í þennan dómara í málflutningi og já, taldi að við myndum vinna það líka en það reyndi sérst ekki á það. Nei, en einmitt 15 milljónir pluss málskostnaður, þú nefnir orðspor, þetta mál hefði getað farið langt með að ríða bara litlu fjölmiðli eins og samstöðina að fullu ef dómar hefði gengið með öðrum hætti og stundum hefur mér fundist á langri blaðsögu að ef ég er að vinna á litlum fjölmiðli þá er eins og þessi meiri kraftur þar sem eru litlar bjargir til þess að verjast kærum að þá hefur mér oft fundist sem að svona þessi stærstu og sterku og öflugustu sem er fjalla kannski með gaggrínum hætti á forsíðu einhverja blaða sem ég verið að ritstýra eitthvað sluðs að það sé svona meiri vilji til þess að hafa undir að kremja peðin undir hælinum heldur að það hefði skipt einhverju máli í þessu heldur hann hefði ef stóru fjölmiðlarnir hefðu borið þennan fréttateksta á borð heldur að kannski hefði stóri miðlar verið viljuri en við vorum þarna fyrir stegum til þess að sætta málið en ég þekki það nú ekki, það er svo langt síðan ég var blaðamaður en mér finnst nú algengt að DVF og heimildinni og RÚV sé stemt sko, þannig að ég held nú að þeir sem að eiga hagsmuna gæta á þessum markaði, kapitalíska markaði, þeir séu nú ekki það að færi mikið manngreinar álit með það en vissulega eru litlir miðlar næmir viðkvæmir já, og það, ég held að það sé alveg rétt hjá þér að ef að þeir hefðu unnið þetta mál bæði með ómerkingu og jáfnvel með skaðabótum sem ég tel nú langsótt að hefði gerst að þá hefði það geta farið illa með stöðina verðan þess að það má innheimta svona bætur hjá stöðinni sem á í hlut en ég taldi nú stefnendur hafa gert mistök að þeir stemdu bara blaðamanninum, ekki stöðinni þannig að ég krafðist líka sýknu af svo kallari birtingarkröfu ef að þeir eru unni málið að einhverju leyti þá voru þeir með kröfu að birta leiðréttingu á ummælunum eða afsökun, birta dómin eiginlega á áberandi stað, man ekki hvernig það er orðað
En að því að samstöðinu var ekki stemt, þó ég væri óbeint lögmaður hennar, þá taldi ég rétt að sýkna samstöðuna af slíkri kröfu. En það var ekki fjárhagslegt dæmi, það var meira svona orðsporsdæmi. Já, ég skil. En þegar þú lagðir upp í þetta ferðalag, hvað Gunnar Smári hefur bara hringt í þig og beðið þig að verja samstöðuna eða eitthvað? Já, ég hafði verið eitthvað að stóða hann og stöðuna og þá bara var haft samband og við reyndum að það var birt leiðrétting mjög fljótt eftir að erindi barst frá lögmönnum, ekki kannski leiðrétting á fréttinni, heldur svona árétting á því að það væri ekki verið að fullyrða neitt orsakatengsl. Já. En það var ekki nóg fyrir þessa aðila og lögmannin, þannig að það sættist ekki þá. Nei. Og það sættist ekki síðar þótt reynt væri. En mér langar að spyrja þig bara í fyllstu hreinskilni því að mér finnst hún skipta miklu máli. Svona þegar þú skoðar þessi ummæli, varstu bjartsýnn á að vinna þetta mál? Ég var nokkuð bjartsýnn á að vinna allavega þann þátt að ég taldi skaðabótakröfu ekki myndi ná fram að ganga. Ég var óvissar hitt en ég var alltaf vongóður. En maður er eiginlega aldrei öruggur að vinna mál og maður er líka sjaldan öruggur að tapa máli, þannig að þá reynir maður náttúrulega að sætta, en ef það er óvissa, það er alltaf óvissa fyrir dómstólum, það geta bæði verið formgallar á málatilbúnaði og annað, og ég var náttúrulega í vörn þarna, þannig að það var auðvelt að hengja mig í alla formgalla og galla á málatilbúnaði gagnaðilans. Lögmaður stefnenda og áfrýjenda reyndi að hanga blaðmanninn á ummælum fyrir dómi og taldi þau sína að hann hefði verið að fullyrða eiginlega verri hluti eða meira, en ég andmælti því auðvitað og sagði að hann væri nú ekki kannski með hárnákvæman lagaskilning að því leyti og áréttaði það og svo taldi ég það ekki eiga að gefa málun líf, einhvern veginn hvernig hann orðaði þetta eftir á. Nei, þarna held ég sért að vísa til hvort mansal og þrælahald séð sami hlutur. Hann sagði einhvern tímann, mansal og þrælahald enn og eiginlega það sama, eða mansal er fínt orð fyrir þrælahald. Þá reyndi hann að hanga hann á því, en strax í kjölfari sagði hann líka, blaðamaðurinn, að ef hann hefði verið að saka það mansal þá hefði hann notað það orð, af því hann þekkti það orð. Já. Þannig að okkur tókst að sannfæra dómaran að það ætti ekki að hafa áhrif á niðurstöðuna. Var ekkert rætt fyrir dómi þessa staðhæfingu í fréttateksta? Sannleikurinn er þó að elja stundar nútíma þrælahald sem hefur nú dreigið mannldauða á Íslandi. Þetta er ekki haft eftir einhverjum, þetta er bara... Já, þetta var kannski það krítískasta. Mjög óvenjulegur fréttateksti. Já. Þetta var auðvitað, og ég reyndi nú að halda því fram að þetta væri nú svona skoðanapistill eða skoðanatengdur pistill. Gerður það? Já, og það var nú með annars blaðamaður út í bæ sem benti mér á að það væri kannski rýmra tjáningafrelsi þar. Féllst dómurinn á það? Nei, hann tók ekki á því en kannski hafði það einhver áhrif að þetta er bæði róttæk stöð og þetta var merkt sem samfélag held ég. Já. Þannig að auðvitað reynir maður bara allt ef maður vill vinna, þá teflir maður fram öllum rökum sem eru málumleg en þau eru missterk. Og þarna veit maður ekki alltaf hvaða er sem að veldur, en ég held nú að þetta hafi þótt hafa eitthvað tilmni. Það dó maður í leiguhúsnaði á vegum þessara manna, þó að veri svona dálítið flókið hver átti hvað nákvæmlega og þó að brunavarnin hafi ekki haft bein orsakatengsl, þá var til dæmis opið sakamál tíma, svo var því lokað og það var aldrei beinlinis upplýst hver aðstæður. Við fórum ekki á vettvang og skoðum aðstæður og mátum það, en slökkvilistjórinn sýknaði svolítið fyrirtækið án dóms og laga, eins og ég myndi orða það. Mér fannst hann ganga allt of hart fram í að segja góða hluti fyrirtækið þegar hann hefði átt að vera meira hlutlaus eða ég vil gagnrýnin eins og blaðamaðurinn. Já, mér finnst mjög sláandi að heyra þig lýsa framburði slökkvilistjórans. Já. Bara hvað gengur honum til? Já, ég laði mikið upp úr því og mér fannst það forkastarlegt. Mér finnst það líka.
og ég algjörlega sammála þér með það, ef eitthvað þá ætti hann að verja þá sem að hafa minni bjargir til þess að bera höndi yfir höfuð sér. En sko, já, sko ég persónulega á þessu máli og ég held að það getur verið tölver samfélagslega áhrif af svona dómi. Ég náttúrulega, við erum báðir blaðamenn, já. Vorum í eina tíð, þú var semst einu sinni blaðamaður og ég það ennþá búin að verða allt og lengi. Og fréttateksta lærði maður snemma að skrifa knappan og einmitt án gildis og því þurrari og einfaldari og strípaðri á nokkurs gildis, því betri. Þetta var svona formúlan sem maður læriði og maður vann lengi vel mjög svona bara ákveðið eftir þessu og ég held að ef ég væri að vinna á RÚV eða svoleiðis vinnustað þá myndi ég aftur taka upp þessa hætti bara með mjög svona knappan og þurran fréttateksta. Sko, nú hafa þessir vafasömu starfshættir dregið mann til dauða. Þarna til dæmis vafasömu sem orð sem að þætti ótækt í venjulegum fréttateksta. Það ályktun dregið mann til dauða en látum það líka mikil hluta. Það ætti ekki að koma neinum á óvart að það má hafa góðar tekjur af þrælahaldi. Svo raunum með Elju. Það eru sko, ef þetta væri próf af því ég hef nú verið stundakennari í fjölmiðlafræði, bæði HA og HÍ og viðar og verið með nemendur og svona látið að klíma við fréttateksta. Þetta náttúrulega, sko þessi tekstar, þeir standast ekki mjög góða skoðun faglega, en dómarinn hefur bara sagt, hann hefur þetta rými. Já, dómarar hafa mjög lengi, eins og ég segi, fyrir áhrif frá þá erlendum dómurum, Mannréttindadómstól Evrópu, talið að þeir eigi ekki að second-guessa eða ritskoða eftir á ómikið nema að sé algjörlega farið út yfir öll mörg. Þarna slapp þetta að því leyti að það var ekki farið út fyrir öll mörg að mati dómarana. Já. Og eins og þú segir, langur rökstuðningu fyrir því og það má skoða þessa dóma á vef Landsréttar 12. mars. Já. Þetta leiðir hugan að tveimur spurningum. Annars vegar held ég að dómur eins og þessi geti verið mjög til góða fyrir fjölmiðlun, fyrir tjáningafrelsið og hann sko að auður og völd þeirra stóru og sterkustu og svona hótana menning hún eigi erfiðar uppdráttar gegn hinu frjálsa ritaða orði sérstaklega hjá blaðamönnum. Afleiðingar þessa dóms gæti orðið mjög jákvæðar fyrir samfélagið. Hitt atriðið að sko með því að blessa eða þetta blessun á fréttateksta sem að í eina tíð hefði verið talin gjörsamlega ógildur og óhæfur þá verið að gefa einhvern afslátt af vinnubröðum blaðamennskunar þar sem að þyrftu einhvern veginn að vera þannig finnst manni í góðri traustri blaðamennsku til framtíðar til þess að verði áfram traust á milli almennings og fjölmiðla að fréttateksti lúti mjög skýrum lögmálum. Ég myndi nú kannski ekki segja að dómstólar væri að blessa þegar þeir sýkna eins og þarna af ómerkingakröfum sem þeir segja til dæmis hérna í lið 46 í einum öðrum dóminum þó svo að ummælin séu harkaleg og trublandi. Já. Sem þau þá eru að mati dómarana verður að meta þau heilstætt í samhengi við báðar umræddar fréttir samstöðun sem stemdi ritaði og í samhengi við heildarumræðan aðbúnað erlends verkafólks og þá húsbruna sem í vistar vera þeirra að hafa orðið. Það var nefnilega fjallað það að þó þessir menn eða þetta fyrirtæki væri ekki sekir að hafa, eða hvað segja, þeir væri ekki á neinna hátt ábyrgir fyrir öðrum brunum að þá hefur þetta oft gerst að það eru fyrst og fremst erlendir verkamenn sem hafa látið lífið í ósamþyktu húsnæði held ég með að segja. Það er ekki mikið íslenskt fjölskyldufólk eða svoleiðis. Þetta er þessi jaðarhópur þannig að það er ekki verið að blessa þetta en það er verið að segja að þetta sleppur held ég með að segja. Einmitt. Sko, þú nefndir áðan að þarna blaðamaður og hann að skrifa frétt
ert í fjölmiðil, nýtur blaðamaður meiri réttinda og meira frelsis til að tjá sig núna heldur en almenningur út í bæ? Já, ég held það nú og það eru kannski fleiri sem falli innan hóp. Ég held að stjórnmálamenn njóti líka frelsis og þeir njóta líka minni verndar og allir sem hafa sig frammi, það var eitt af því sem var tekist á mig, eru þetta þjóðþekktir menn eða hafa þeir eitthvað gert af sér til að vera svona skotspónn. Já. Það er alltaf ólíklegra að einhver sem er algjörlega óþekktur og er ærumiddur að hann þurfi að láta það yfir sig ganga og blaðamenn eru meðal þeirra og kannski stærsti hópurinn sem að hafa svolítið rúmt tjáningafrelsi þegar það er litið svo á þessu svona almennt og kannski líka bara sértækt í þessu tilviki að vinna fyrir almannahagsmuni, að setja á oddinn mál sem að varða almenning og þarf að ræða og jafnvel að setja einhverja reglur Landsréttur segir nú hérna að í framhaldi þessu sem ég las áðan að í samhenginu hafi ummælin fremur yfirbragð gildisdóma, þeir eru með fyrirvara þeir segja yfirbragð gildisdóma fremur en beinar staðhæfingar. Þannig að það er ekki verið að segja að þetta sé alveg klift og skorið Nei, þarna kemur inn á punkt, svona frétt, hún tekur okkur, lesendur þessar fréttar, almenning, inn á slóðir þar sem margir vilja ekkert heimsækja. Við erum náttúrulega búum í stéttaskiptu samfélagi, þar sem sumir kimar þjóðfélagsins eru fullir af fólki sem býr við kúun og undirokun og vondar aðstæður. Og virðist ekki alveg augljóst að hvað sem líður orðalaginu og fréttatekstanum, þá hafi það hjálpað þér, samstöðinu, Hjálmari, blaðamanni í þessu máli, að það er verið að fjalla réttlætismál þar sem að fólk situr kannski ekki við sama borð og ég og þú sem að höfum það betra Jú, þetta er ég og það vil svo til að ég býnu þetta mjög nálægt sjálfur en samt hafði ég ekki rétt fyrir málflutning komið á staðin. Ég fór þarna til þess að átta mig betur aðstæðum og tók myndir og svona en ég laði nú ekki að fara þarna inn og fara að skoða aðstæður því það var ekki beinlíns tekist á það hvort hann hefði verið í þessu herbyggi eða hinu eða svoleiðis en það hefði verið að takast á það hvort af það að brunastiga held ég hafi vantað eitthvað, það hafði ekki áhrif í þessu tilviki. En mér finnst það skipta máli að þetta var allavega jaðarhópur. Já, það segir þarna hræðilegum aðstæðum hins látna hafi verið lýst í viðtali við sonans í Vísi. Þannig að það eru líka aðrir fjölmiðlar, aðrar upplýsingar sem að styrkja tónin. Já. En svo var eitt sem var ekki eiginlega upplýst, það var svona svolítið tekist á það að það var ekki ljóst hvort að maðurinn hefði verið til dæmis drukkin eða valdið brunanum með hefði ég verið að reykja upp í rúmi Því var haldið fram en ég andmælti því og sagði það liggur ekkit fyrir það hefði þá þurft að vera einhver skýrsla það Já. Ef það átti bara að kenna þessum manni sitt eigið andlát en við vorum nokkuð duglegir að árétta strax og erindi kom frá lögmönnum og við áréttuðum í fréttinni að það væri ekkit fullyrt orsakatengsl hvað þá meira það var ekki verið að saka þá beinlínu sem refsivert athæfi sem er kallað mansal heldur bara þetta með þessu nútíma forskiti fyrir framann nútíma þrælahald, slæmar aðstæður. Já, ef við hefum sleppt þessu nútíma orði hefði það breytið einhverju? Já, ég hugsa að það hefði getað velt þúfunni. Hann sleppti reyndar í þriðju ummælun, hann var með nútíma þrælahald og nútíma þrælahaldarar og svo þrælahald en þá var litið svo á að það væri bara undirskilið og blaðamaðurinn bentir réttilega á að þá væri það kannski bara stílbragð eins og maður segir ekki alltaf Björn Þorláksson, maður segir Björn Þorláksson og svo Björn og hann svona til þess að létta stílinn þannig að það var allavega ein af okkar varnar ástæðum að það væri algengt í áratugi í íslensku máli að tala nútíma þrælahald.
Ert þú sammála mér þegar ég svona velti því upp sem allavega spurningu og að þessi dómsniðurstaða hún auki rými frjálsra fjölmiðla til þess að spíssa texta sinn og svona gefi okkur blaðamönnum aðeins meira rými til að vera hugrekkir og fjalla þau mál með því orðalagi sem okkur finnst svona næst veruleikanum. Já, ég sammála því að þetta hafi þau áhrif, en þetta þetta bara einn af mörgum dómum og í þessum dómi, eins og í málflutningnum, þá vitnuðu við þetta í fjölda dóma. Já, það vitnað til margra dóma. Ég sé að ég var að vísa vitna þarna áðan í hérastómin, en þetta var svona nokkuð samhljóðað Já, landsréttur og hérastómur Já. En það til mig sagt í landsréttardóminum í 7. lið fallist á með hérastómi við heildstætt mat á ummælum stemda verði að líta svo leggja til grundvallar að þau hafa verið liður í almennri þjóðfélagsumræðu aðstæður. Já, einmitt. Það skiptir mjög miklu máli að þú sért ekki bara að nota stóru orð út í lofti til einskis heldur sé verða fjallum það sem varðar almenning og almannahagsmuni. En hefurðu áður svona varið fólki með erðamálum? Nei, það vil nú svo til að þetta fyrsta máli mitt. Já. En það gekk svona vel. Það gekk svona vel. Hefurðu tapað einhverju máli gegn Villa? Nei, þetta nú bara fyrsta máli það sem við tökumst á. Hann mest í refsimálum, það sem að andstæðingurinn þetta sækjandi og hann hefur mikið verið í því. Svo hann verið mikið í þessum málum. Ég hins vegar svolítið mikið í erðamálum og ekkit alltaf með þau fyrir dómstólum þau eru bara yfirlega leist með skjalagerð eða samningum. Já. En maður í stjórnsýslumálum þar sem andstæðingarnir eru stjórnvöld eða þannig þetta nú fyrsta meðvirðamálið mitt. Já, glæsilegt. Fyrstu, já. Þetta góðu dagur, þetta góðu dómur fyrir tjáningafrelsi í landinu og gæti aðeins jafna bílið sem á milli valdakerfana og hinna valdlaus og þeirra sem meiri völd hafa. Ef ekki verður sótt og fengið áfrýjunarleyfi þá er þetta endanlegir dómar. Já, einmitt. Þeir muni hjálpa mér að starfa áfram þótt ég, eins og ég sagði þaðan, þótt mér hefði aldrei dottið í huga að beita svona orðalagi. Ég ekkert að segja það, ég sé eitthvað alfa og omega í því hvers konar fréttateksta maður á að skrifa, þannig að bara... Nei. En stundum var maður náttúrulega, þegar maður var blaðamaður, þá var maður náttúrulega bæði að reyna að vera málumlegur og með réttastaðarindir, en kannski með einhvern brott og fyrirsagnir þá voru þetta líka eitthvað sem þurfti að grípa þó það veri ekki til, þú þurfti ekki smellubeita fyrir tilvist netsis. Ég til mis var eins og með fyrirsögn sem heit maður varð fyrir glasi, báðir voru í glasi. Þannig var ég bara ungu maður að reyna að vera fyndin og sumum fannst það. Og svo með stundum fyndnir óvart eins og fræg fyrirsögn í degi fyrir mín tímarendar, það var að það stóð í yfirfyrirsögn slökkvilismenn á Akureyri og svo í aðalfyrirsögn látnir þvo strætisvagna. Og ef menn lásu bara aðalfyrirsögn þá var það svo að dánir menn væru að þvo strætisvagna. Já, það rosalega margar frægar fyrirsagnir til og oft hefur maður glímt við þær og stundum hefur manni tekist vel til en stundum ekki nógu vel. Til þess út í Bretlandi þá þetta bara alfa og omega blaðamennskunar, það lagt rosalegt púður í fyrirsögnum og hér er þetta eiginlega þannig að maður bara skrifa fréttina og oft marga fréttir á dag og fyrirsögnin bara svona eins og hverjum tilviljun en þetta aðalmál. Þetta list ég meina eins og í Economist ég hef lengi lesið og oft keypt að þá þó að segja svona að hægra megin svolítið að þá finnst mér það mjög upplýsandi ritt, vikuritt og þar leggja menn gríðarlega vinnu í hnellnar fyrirsagnir. Og það eru oft alveg bara listgrein út af fyrir sig, finnst mér. Já, þá af því þú segir gríðarlega vinnu, hún kallar þá tíma og moksturinn í blaðamennskunni sem og mörgum öðrum störfum á Íslandi leifir ekki þessa íhugun, leifir ekki þennan tíma. Það sé ekki aðalega það sem liggur að baki. En Gísli minn, ég ætla nú ekkert að tefja þig mikið lengur aðeins einbrá því í lokin að
það svona einhver meiningar uppi að þeir fjölmiðlar, ég áfram að hugsa litla fjölmiðla á Íslandi og mikilvægi sjálfstæðis þeirra, að svona skilningur margra að til dæmis stöðins og samstöðin, hún mun ekki njóta fjölmiðla styrks nema við færum út í það að skrifa fréttir á vefinn og við erum akkurat í allt öðru en því, við erum nánast 24/7 í því að hugsa sjónvarp og útvarp. Við tölum við viðmælendur á næturnar ef þarf og erum vakin og sofin yfir því að búa til fréttir og fréttatengt efni með okkar hætti gegnum útvarp og sjónvarp. Skýtur það ekki skökku við ef við þyrftum að setja tíma og orku mannafla í það að henda upp einhverjum 4, 6, 8 vita gagnslausum fréttum á vefinn? Ekki kannski vita gagnslausum en kannski... Já, það verður enginn til þess að meta það hvort þessa frétt skiptir málið ekki. En mér sýnist þetta geti orðið til þessi frétt sem ég hef ekki séð en þá að ég árétti ósk mín fund með menningamálaráðherra, fjölmiðlaráðherra og einu sinni og ræði þessi mál við hann vegna þess að það má ekki verða, það má ekki breyta lögum þannig að það sé hreinlega verið að sérsníða þetta að stóru stöðunum eða stóru fréttastöðunum og gegna vel svona mikilvægum grasrótarstöðum eins og þessari. Því hefur Gunnar Smári Egilsson einmitt haldið fram hér. Já. Síðandu tekið. Það eru gildar spurningar. Ég trúi því ekki að Logi Már Einarsson vilji það, þannig að við þurfum að ræða við hann og leiðrita þennan kúrs. Ljómandi. Ég vona að það gangi eftir. En þetta var svolítið óvenjulega heimsókn hjá þér í þetta skiptið. Yfirleitt erum við að fara yfir kannski 5 til 7 fréttir. En ég þakka þig kærlega, Gísli, fyrir bæði baráttuna, fyrir að staðið þig vel í þessu dómsmáli sem ég til varða miklu okkar framtíð og annarra fjölmiðla á Íslandi. Bara glæsilegu sigur. Takk fyrir komuna og gleðilega páska. Takk fyrir mig og gleðilega páska. Og að því sögðu þá fær hér Laufey Líndal stjórnina eftir andartak, ekki fyrir langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég er með góðan gest hjá mér sem heitir Skúli Ísak Kassi. Komdu sæl. Hei. Bara gott að fá þig. Já, takk fyrir að fá mig. Ég hefur reyndar ætlað að hafa sambandið þig lengi. Já. En þið voru að setja á, þið settuð upp sýningu nýlega í Borgarleikhúsinu. Já. Sem ég reyndar því miður sá ekki. Já. En vonaði sínaði það. Já, við heldum við rýmund alveg aftur upp, sko. Já, akkurat. Þá verði ég á fremsta bekk fyrst. Já, ekki. Með alla familíuna, sko. Já, ekki. Frábært. Já. En þess að þetta var leikriti þegar ég sé þig, þá sé ég mig. Já. Og maður sér bara þegar maður sér nafnið, þá tengir maður við það. Einmitt. Ég náttúrulega á börn sem hafa svipaða reynslu og nákvæmlega. Þú. Já, einmitt. Og mér langar bara að byrja að spyrja það beðið það að segja mig frá þessu leikriti og svona. Já, það alltaf kannski málið við þetta verk að þú veist, það sem þetta, ég held að sé alltaf eitthvað sér fyrir hverjum og einum. Þú veist, verkið í sjálfu sér, en þetta náttúrulega bara það að vera bara litaður í Íslandi og þeir menningarheimar sem að mætast og skapast þar. Já. Og erfiðleikarnir og ástin og fegurðin og sorgin og allt, sko. Já. Og hvað þetta þýðir allt fyrir manni og þú veist, þetta náttúrulega var útrúlega erfitt að gera. Það var mjög átakanlegt verk en alveg jafn fallegt og það var erfitt, sko. Maður grætti alveg eilíðar vinni í gegnum þetta og bara finnur fyrir ótrúlega miklu stolti, sko. Já.
Ég bara trúi því. Ég náttúrulega sá bara einhverjar svona stiklur úr verkinu og er að lemja mig í hausinn fyrir að hafa ekki farið. En Við hendum í undirskriftalista. Já, akkurat. Ég verð líka efst á blaði þar. En þið voru í raun og veru að segja ykkar sögur. Þetta var svona flétta saman úr sögum, úr ykkar lífi. Hvað voru margir leikarar? Við vorum 6 í þessu. Já, 6 leikarar og svo voru einhverjir bak við tjöldin. Já, við vorum 6 leikarar, leikararnir voru ég, stelpa sem heitir Viktoría, Tara, maður nafni Sedley, hann dansarinn Lúis Lukas og Þórdís Nadja. Já. Og þeir sem voru, svo var það Kanema Masinkíla sem þetta var verkið hennar sér og sem við unnum með henni, hún leikstýrði og bak við tjöldin var sem sagt Dýrfinna, hún var Dýrfinna og Bjartur, þeir voru sem sagt ekki bara með hljóð og ljós heldur líka sviðsmyndina og svo var hann Sonny sem gerði tónlistina. Jónmundur prodúsaði þetta fyrir okkur gegnum Elefant. Einmitt, þá Elefant, þetta leikhópur eða svona einhvers konar listahópur? Já, þetta er ég er ekki rétt að manneskjan til að útskýra þetta en þetta er dálítið bara svona það sem að Við fáum þau seinna bara. Já, algjörlega, ég held ég ætti ekki að vera svo en Elefant er bara, þú veist ekki bara fyrirtæki heldur líka bara svona listahópur bara svona og með fólki sem að kemur og fer held ég fer bara eftir verkefnum ég tek því allavega þannig akkurat en var þetta vel sótt? Já, þetta var töluvert meiri aðsókn en maður bjóst við held ég og maður vissi náttúrulega auðvitað að fólk myndi vilja sjá þetta og fólk náttúrulega einmitt bara litað fólk á landinu myndi vilja koma en það var ótrúlega það var kannski ekki magnið af fólki sem kannski koma á orð heldur líka bara það sem maður heyrði og alltaf hvort það var bara einmitt ég upplifði þetta sjálf eða heyrði vinir eða fjölskyldumeðlimir eða eitthvað og þetta bara svona maður fann fyrir mjög miklu svona sense of community svona mjög sem var mjög bara ég veit ekki hvernig ég útskýra frelsandi Já, akkurat og svona relief bara Já, einmitt Ég nefnilega mann þegar því ég bjó í London sem sagt þegar mín elsta fæddist og það var svona smá sjokk að koma með hana heim ekki Þetta var bara Hvenær komið þið? Þetta var sem að hún er fædd 95 og þú ert fæddur hvað það? Þú ert 93, en þú ert aðeins eldri Þetta er sem sagt það var einhvern veginn svona af því að þar náttúrulega er meira af þú veist svona litringum fjölskyldum og svona en einhvern veginn þegar ég kom heima því ég var 21 árs þegar ég átt hana og það verið að spyrja mig hvaðan fékkst hana þú veist og maður bara ég er 21 árs Afsakið má blóta Það má en þú veist þannig að þetta var svona viðbrigðin og það náttúrulega var þetta var náttúrulega upp úr 90 þegar var ættleiðingar einmitt og sem er alltaf gott og fallegt og ekkert að setja út á það en það var einhvern veginn eins og það væri bara svona í fólki einhvern veginn að hvít kona með brúnt barn þetta bara þú hlýtur að hafa einmitt og þannig að þú veist þetta það er svona byrjaði mínu upplifun að vera komin einhvern veginn þetta er alveg mikil menning akkurat, þannig ég get alveg ímyndaðir þú náttúrulega mamma þín Amal Rún Kasi mörg af okkur allavega sem er á mínum aldri og eldri muna eftir henni hún náttúrulega kemur til Íslands 80 eitthvað 87, já einmitt kemur þá í mars-mæ eða eitthvað en það var einmitt líka svo að tala þú veist hún labbaði niður götunar þú veist það var bara fólk að horfa á hana þú veist ekkert endilega með einhverjum fordómi það bara þú veist þið bara föttu þú ert ekki túristi bara þú byrði hérna þú ert bara í jakkafötum með skjálallir þú ert bara svona venjuleg manneskja hún bara eins og við en hann að því þannig einmitt og hún skrifaði einmitt þetta og var að tala bara svona þú tók þessu náttúrulega ekkert inn þessu hún fattaði náttúrulega bara þú veist þetta er bara ekkert þetta er bara á sér ekki stað vanlega í Íslandi ekki mikið af fólki sem lítur út eins og hún auðvitað kannski fólki sem sökki Já, en hún kunni að taka sér pláss
blessunarlega, alveg hefur, hún var svona brautryðandi í Já. raun og veru, sko. Hún náttúrulega talaði frábæra íslensku, Já, frekar snemma. já, hún var ekki, var rættið það einmitt aðan, sko, var ekki lengi að peka Já. hann upp, sko. Akkurat. Og ég finn ennþá, sko, ég einmitt að maður hægt og rólega að fara í gegnum dánabúið og svona, sko, hann að, ég finn alltaf einhverja svona gamlar skólabækur, sko, einhver svona, já, bara einhverja íslensku kennslubækur og eitthvað sem maður setur bara í kassa og geymir, sko, en einmitt ótrúlega, hún var ekkert að eyða miklum tíma, sko, því hún sagði einmitt við mig, sko, hún sagði, ég vissi að ef ekki bara það, ef ég myndi ekki tala tungumáli heldur, ég myndi tala bjagaða íslensku, að þá myndir ekki neitt taka mér alvarlega. Og hún hafði alveg rétt fyrir sér, ég myndi ekki ennþá gera í dag held ég, sko. En, það er ekki mikið breyst á 30 pluss árum. Nei, því miður, það er hérna, þetta allavega virðist breytast mjög hægt. Já, hægt og bítandi allavega. En það eru allavega fleiri. Það er að fjölga þeim sem að líta öðruvísi út. Algjörlega, þetta er alveg svona, alveg huggað mig við það, sko, og fyllist bara ótrúlega miklu stoltir líka, sko, að ég geti hort á þessu konu og sagt að hún sé móðir mín, sko, bara einmitt. Eins og ég segi, það var ótrúlega mikið af fólk, því það var líka alveg þangað til hún fór, sko, þá voru hún að vinna með lögreglunni og var þá, sko, að þýða fyrir innflytjendur, sko, hvort sem voru þá að koma úr stríðsamum löndum eða bara flytjengar, sko, því hún talaði arabísku líka, sko. Þannig að hún neytti mjög miklum tíma líka bara að hjálpa fólki, hvort sem það var í kvennaðarkörunni þegar ég var krakki eða hjálpa þeim að finna sér stað og á landinu, sko, þannig að alveg ótrúlega manneskja, sko. Já, akkurat. Þetta hefur örugglega verið svolítið einmannaleg tilvera fyrir hana á götunum. Já, það var það, sko. Það var svo alltaf, veistu, var hún líka bara alkoholisti þegar kom að því í endan, sko. Já, einmitt, það er náttúrulega þetta var svona í endan einmitt, þá var þetta einmitt byrjaði að vera dálítið einmannlegt, en það var náttúrulega ótrúlega mikið alveg upp að, þú veist, samtalið þangað til hún fór, sko. Það var ótrúlega mikið af fólki sem að bara, þú veist, þakkaði henni enn þann dag í dag fyrir, sko, og bara, þú veist, og var ótrúlega stolt af henni og hún alltaf gerði ótrúlega mikið, sko, fyrir umhverfið sitt, sko, og ég tali mitt hana í verkinu, sko, þá nefni ég mitt hann og þetta er mitt þetta, þú veist, mann er langað dálítið að bara vera í heimi eða samfélagi að það sem að fólk fær þann stuðning sem það á skilið, sko, akkurat, og nákvæmlega þann sá stuðningu sem hún veitti öðru fólki, sko, bara hann að já, það er ótrúlega maður huggar sig við þetta. Já, einmitt, já, hún var alltaf farin alltaf snemma. Það er oftast þannig með svona fólk, sko. Vill oft vera þannig, já, einmitt. Það fór styttri tíma. Akkurat, það er þegar maður einmitt hugsar líka alkoholisma og hvernig, sko, það stuðningskerfi er náttúrulega bara búið til utanum hvíta ríka kalla. Þannig að það er ekkert fyrir alla endilega að finna sig inn í því stuðningskerfi. Nei, en svo þetta var svona fylgdís, þú mátt aldrei svona blackballed líka, þú veist, aldrei úr bara, þú veist, sínum hringjum út af því, sko, en svo er náttúrulega eins og þú segir, svo eru aðrir sem eru líka í jakkafötum sem að geta drukkið eins og sýnist og halda sinni stöðu, sko. Það er akkurat og er glettilega algengt líka. Já. Það er en já, mér vil segja, sko, ég man eftir henni og ég mitt sagði þér sögu. Já, einmitt. Þarna af henni þegar ég hitt hann einhver tíma nú. Þannig að vissi ég hver hún var að því ég myndi eftir henni, sko. Já, en þetta var þegar ég kom tilbaka frá London. Já. Held ég örugglega 99 eða eitthvað svoleiðis hefur þetta verið og þá hittumst við í Sundi. Já, var það Vesturbæjarlaugin? Nei, ég held þetta að verið Seltjarnarneslaugin. Já, ókei. Já, örgulega verið þegar ræktinn var ennþá. Já, ég manna það ekki alveg, sko. Ræktinn. Þetta var alltaf, ég man að við sátum í, ég var með dóttur mína, Maja, sem er 2 árum yngri en þú og við vorum í einhverjum potti, heitum potti og mamma þín kemur og þið og hún segi bara sérðu Skúli, hún er brún eins og þú og alveg bara andlitið á henni svona lifnaði við, sko, þegar hún sá Já, þetta voru svo mikið af þannig momentum. Ég mani mitt eitt, sko, skipti held ég, þetta örgulega verið í fyrsta skipti, sko, sem ég fór að hugsa út í það, sko, eftir þú sagði mér þetta. Ég held að þetta örgulega verið í fyrsta skipti sem ég sé, sko, aðra, sko, svarta konu út af því að ég þá í meðlabúin með mömmu, sko, og svo fer ég að hlaupa og sækja eitthvað og svo fer ég og er eitthvað að pikka í henni endalaust, sko, og hún er ekkert að svara mér og svo allt í henni bara snertir hendi á mér öxlina, þá er það mamma, sko, þá er það bara önnur svört kona. Þá hafði ég bara ekkert séð að það var svarta konu áður, sko, og var ekkert að pæla í þessu, sko. Já. En, já.
Þetta hérna, já, akkurat, þetta er svolítið lýsandi fyrir einmitt. Stöðuna. Hvernig, einmitt. Ég reyndar man alveg eftir, sko, að ég er fædd 1974. Já. Og hérna, ég man alveg eftir, þú veist, það voru alveg nokkur, hérna, hörundstökk sem ólust upp með mér, sko. Einmitt. Þannig ég held þetta að sé, þetta er svolítið falin saga. Já, er það, sko. Fólki sem að, hérna, hefur örgulega þurft að þola alls konar. Já, einmitt. Sem að það gat ekki talað endilega á sínum tíma, sko. Nei, það er, hérna, einmitt, já, maður veit ekki hversu mikið að fólki þú skekki gegnum eitthvað sem maður hefur ekkert, þú veist, líka kannski endilega vilja tjá, þetta er náttúrulega ótrúlega erfistundum að rífa upp svona gömulsár, sko. Akkurat, þetta er náttúrulega svona, öll að segja, hérna, hvað er þetta, svona öráreiti og allt þetta, sko. Já, þetta er það, sko, já, shit, sko. Já. Og það er náttúrulega sérstaklega eins og mín börn hafa verið ítrekka spurð hvort þau væru ættleitt og allt þetta, þú veist, þurfum einhvern veginn alltaf að fara í gegnum það kannski hefur verið öðruvísi með sko, það er alltaf gaman að styðja fólki líka, sko. Þannig að þú veist ekki að fólk spyr mig, sko, hvaðan ég er, sko, það segir bara alltaf Vesturbænum. Já, einmitt. Það er alltaf að horfa á fólk, sko, að svona reyna að finna út hvernig ég get spurt aftur en svona fundi út hvaðan ég er ættaði, sko. Einmitt, já. Ég fatt alveg, ég heiti Skúli og ég lít svona út, sko, ég skil alveg að þetta er kannski confusing, sko. Einmitt, já, Sanna hefur einmitt sagt svipaða sögu, sko, Sanna Magdalena, hérna. Alltaf nefni, sko, en þú veist, hvaðan ertu? Og ég zoom út Reykjavík, þú veist, sko. Meinaru af hverju er ég brúð? Já, hvaðan er ég ættaður? Þetta er alveg, þú veist, þú mátt, svo er það, sko, þú máttu alveg segja brúð, sko, þú veist, það er alveg fólk alltaf. Eins og þetta sé ykkur, já. Já, þetta er flókin raunveruleiki. Já, það er aldrei fyndið stundum, sko. Já, akkurat. En hérna, þú ert hérna tónlistarmaður, eða ekki? Já. Einmitt. Ég náði ekki alveg að hérna kynna mér tónlistina þína, en ég ætla að gera það. Já, þakka það. Og hérna, endilega hvað ertu búin að vera lengi að hérna? Að gera tónlist? Já. Sko, ég og Adam úr Tóma og Vigfús við hérna erum sett í hljómsveitinni Regn sem stofnuð þá sko 2000 og 17 og gefum þá bara strax út því að við vildum hérna við vorum bara ólmir í það en fyrir það sko þá sat ég alveg á þessu í dálítinn tíma alveg einhverjir 6-7 ár sko og hérna og vildi þá hérna bara, þú veist, svona bara finna mig, þú veist og hann, þetta er svona, maður er búin að vera hvernig get ég orðað þetta í gangi síðan, aktífur síðan 2017, hann fuck, 2017 Tíminn líður sko. Já. Hafið þið gefið út mikið efni? Já, við gáum út fyrsta mixtape 4 tape eða EP, ég er svo lélur með þetta sem er beðið fyrir Regni. Já, einmitt. Ég ætla kannski bara að fletta þér upp meðan ég tala við þig sko. Já, og svo seinna mér gaf út seinni plötuna í fullri lengd sem var sko Úrkoma. Já. Og svo erum maður bara búin að vera að vinna með hinum og þessum hér og þar, meðal annars strákarnir í Klístrinu, Flæka í Álfur og Nonni. Já. Og Jökullogi og hérna bara alls konar lið sko, maður er alltaf að reyna að sjáta á þetta alla homie sko. Akkurat, en það er langur listi. Það er langur listi á góðu fólki. Já. En hann að þetta hefur bara verið hér og þar sko, nú er ég bara að vinna hérna í minni fyrstu svona soloplötu. Já, frábært. Hvenær heldur hún? Ég get ekki sagt þér. Nei. Ég get ekki sagt þér. Hún kemur út þegar hún er tilbúin. Já, nákvæmlega, ég er að púla eitthvað svona Rihanna dæmi, sko. Já, akkurat, við bara bíðum spennt. Já, nákvæmlega. Hún er allan á leiðinni og hún kemur á þessu ári, vonandi. Já, einmitt. En ert þú Vesturbænum? Þú varst upp í... Fættur upp alveg. Já, í hvaða hverfi? Herðu, ég byrjaði sett í Flyðrugrandanum, ef mann er rétt, grábyggingarnar hérna á KR. Svo fór ég á Hringbrautina, bara hérna rétt hjá Hofsvallagötunni og síðan á Bráðalagötu og síðan nú er ég aftur komin á Hringbrautina. Já, þannig að það verður ekkert farið neitt, sko. Nei, akkurat, ég held að ég mun eftir ykkur af Grandanum, sko, því ég er bjóð þar, sko. Einmitt. Og en
Það hefði verið áður en þú fæddist. Já, svo var ég mitt þar, voru þar smá eftir fæðingu, sko. Mamma skildi aldrei, sko, að fólk var að setja börnin sín út, sko, í vagnin og út, sko. Ég hef aldrei skilið það heldur, bara svo að sjá reynist. Þú veist, hún bara út í kuldan, bara hvað meina, bara hvað ef einhver tekur barnið mitt, þetta bara, það var svona, sýndi manni svona, þú veist, Ísland, jú, lítið land, en það var ennþá minna þá, sko, það var enginn að læsa hurðum kannski það. Nei, þetta var alveg, já. Hún bara meikaði enga sem hún bara ekki séns og bara hvað, og ég sé það ekki einu sinni. Já, Já, veist, ég tengi alveg við þetta, ég hef aldrei nefnilega getað þetta heldur. Nei, sko. Ég veit ekki, þegar kemur að mínu barsegni, þá veit ég hvort ég muni gera þetta, sko. Nei, einmitt. En það er náttúrulega, bara svo við komum aftur að mömmuðinni, hún náttúrulega, hún bauð sér fram til þings. Já. Var hún varaþingmaður eða var hún, komst hún inn, manstu það? Ég held hún hefði, nú mann ég ekki, sko, hún bauð sér fram í borgarstjórnina, já, sko, lenti þar í öðru eða þriðja sæti, sko. Já. Og það var bara, þú veist ég segi, það var, algjört kaos, sko, hún setti nafnið sitt í hattin held ég bara klukkutíma ára að var lokað fyrir það, sko. Já, í sem sagt prófkjöru eða eitthvað svoleiðis, já, fyrir borgarstjórn, sko, hann er úrst að finna að hugsa út í að hún hefði getað verið bara borgarstjórn. Já, það hefði verið virkilega skemmtileg saga. Já, það hefði örugglega verið reitt marga til reiðu. Já, einmitt. En nei, algjörlega og já, og þessum tíma líka, svo líka eftir að þetta er sko 94, ég held að ég sé bara 7 mánaða eitthvað þegar hún lendir hérna í öðru eða þriðja seti, sko. Já. Held að það verið þriðja kannski. Og þá svo heldur hún bara áfram að bara fara í sig kvennaathvarfið, eitthi mjög miklum tíma þar, að bara vera með fyrirlestra og bara, að bara, og ég segi bara hvort sem var bara eitthvað svona fyrir innflytjendur eða eitthvað, bara þú veist að segja fólki að þetta sé hægt, sko. Já, einmitt. Þetta sé frábær staður til að vera á. Já, akkurat. Því ég er að reyna einmitt að muna hvort hún komst inn sem borgarfulltrúi, það hlýtur að vera, sko. Já, maður þarf að viðurkenna það, maður þarf að kynna sér þetta alltaf betur sjálfur, sko, því maður þekkti hann ekkert þarna, sko, eða þú veist, í þessu ljósi, sko, já, þannig að það var líka eins og sérstaklega eftir hún dó, sko, maður fæði kannski símtöl eða eitthvað hannig, sko, það bara ég vann með mömmuðinni. Já, einmitt. Og það ok. Já, akkurat. Það er ekkert hverjur á hinni línu, sko, en það var svona, það var gaman að sjá viðbröðin hjá fólki eftir hún lést, sko, maður vissi alveg að hún var einhver, sko, fyrir samfélaginu, sko, en svona það var gaman að fá að heyra og finna fyrir því bara, þú veist, hvernig annað fólk upplifði hana, sko, og hvað hún gerði fyrir fólk, sko, þannig að þetta var alveg svona, þetta einmitt enn og aftur bara stolt, sko, bara maður svona reynir að svona, hvað segir maður, að stefna á það að reyna að gera jafn gott fyrir hverju mitt og hún gerði. Já, einmitt. Því að hún kom frá Sómalíu uppalega og kom hvað 87, já, einmitt. Þetta er maður getur ímyndað sér einmitt umbreytinguna að koma í kuldan og svona, hefur hún eitthvað talað við þig, hvernig Já, sko, saganina, sko, er þannig að það átti, sko, að gifta hana þegar hún var 14 ára. Já. Þannig að hún fer bara miðjanótt, fer þá bara frá Sómalíu, bara hvort sem það sem er lest eða úlfaldabaki eða lappandi, fer þá til Sádi-Arabíu til frændfólksins þar, sko. Já. Og býr hérna hjá þeim og svo þá var allt aðeins hvað segir maður, frjálsara, sko. Svo mann ég ekki alveg hvort að það átti að lofinni aftur eða eitthvað þannig, sko, eða eitthvað þannig, en hún ákveður að setja fara þá í nám í London, sko. Já. Taka þá stjórnmálafræðina þar. Já. Og er þar og heimsótti Ísland eða eitthvað. Fannst þetta bara vera svo flottur staður og ákveði bara að koma og já, hann að, þú veist, ég veit ekki alveg, þú veist, það er kannski kalt í London, sko, en já, það er reyndar, já, það getur alveg verið kalt. Já, það er kannski annað að koma í. Já, í hríðina. Já, varla sála út á götu með þarna úti, sko, en einmitt, en hún var ekki lengi að koma sér fyrir, sko. Já, akkurat, þetta er eiginlega alveg með ólíkendum. Já. Hefur þú farið til Sómalíu? Nei, það er náttúrulega ekkert hægt eiginlega, sko. Nei. En ég ætla að reyna. Það er hægt að, því náttúrulega núna það er staðan sem að hún er, sko, borgin Hargeisa, sem er í norður Sómalíu.
hún sem sagt partur af því sem að kallast núna Somaliland sko, sem dálítið svona, það hægt að fara þangað en þú ert ekkert að fara þarna í 2 vikur eitthvað á okkar resort sko, þetta bara ég held að ef ég fer allan að fyrst sko, það held ég að verði eitthvað svona sem að kalla bara eitthvað svona inn- og út mission sko. Ertu í einhverju sambandi við? Ótrúlega fyndið, já, ég náttúrulega í sambandi við sett bróðmömmu og að ég samt hefur ekki talað við hann síðan ég tilkynnti sko, andlátið sko. Svo heyrði hann bara í mér fyrir 4 dögum. Nei, eða svona í síðustu viku, já. Og bara, já, fannst það fyndið. En jú, einmitt í sambandi við hann. En það er eina fjölskyldumeðlun sem ég hef hitt, sko. Já. Ég hef aldrei séð myndir af foreldrum móður minnar. Ég hef aldrei séð eða maður með náttúrulega ótrúlega mikið myndum, maður veit bara ekkert hvað fólk þetta sko, þannig að ég þarf að senda einmitt á aptí sko og fá einhver svör sko, en einmitt ég þekki mjög lítið þarna úti sko. Já. Nema bara einmitt bróðmömmu þá og börnin hans. Já, akkurat. En þetta alveg örugglega á listanum að hérna. Já, maður fer alveg sko, svo einmitt sko, einmitt maður verður að fara allan og sjá sko. Þegar það líka einmitt bróðmömmu sko, einmitt býr núna út í Nairobi sko, í Kenju, þannig að einmitt maður ætla að fara að heimsækja hann og hver veit nema maður geti þá farið þá eitthvað yfir sko, þar sko, en það kemur að því. Já, einmitt, það er náttúrulega hérna ferða ástandið í heiminum kannski ekkert. Já, svo er það hérna. Svo veit maður ekkert hvort að maður er fyrir með íslenskt vegabréf sko, þegar maður veit ekki hvort að maður komst til Bandaríkjanna. Nei, það er einmitt, það eru mörg okkar sem að ekki það ég sé að sækjast eitthvað beint í það sko, en Nei, einmitt, það eru mörg okkar sem að efumst að okkur er hleypt í gegn þar. Nei, já. Já. Þetta er, já. Þetta er skemmtilegt. Þetta er heilmikið, já. En talandi leikriti, er þetta í fyrsta skipti sem þú leikur? Sko, ég fór á einhver leiklistanámskeið, einhver 2 sumur sko, sem mamma setti mig sko, sem ég var aldrei búin að steingleyma, ég var í öðrum bekk eða eitthvað. En nei, ekkert eitthvað svona leikið sko. Þannig að þetta var ótrúlega fyndið prósess. Það hjálpaði mjög mikið að maður er bara að segja sína sögu og vitni hluti sem maður upplifað og svona hann dæmi sko. En jú, þetta er ótrúlega skrítin tilfinning sko og þetta var einstök upplifun og ég segi, maður, ég bara get ekki ímyndað með líf mitt á þess að hafa gert þetta sko. Þetta er alveg bara sýndi manni mjög mikið, maður lærði líka mjög mikið sjálfan sig í þessu ferli sko. Já, og það var alveg, þetta ferli var alveg, það er bara, maður er stundum dofin eftir æfingar og maður brotnar niður og grætur og við erum öll annað saman að hugga hvort annað og knúsast og svo einmitt, og svo bara, svo bara klukkan 8 hann bara fara að sína þetta, það var alveg félagi minn komið mynd á síðustu sýninguna sko. Og eftir sýninguna voru við báðir grátandi sko, hann bara, hvernig var bara sína þurfa að gera þetta næstu helgi og ég bara, neini, það suma dag var þetta bara að gera þetta aftur á morgun. Já, einmitt. Og það var alveg, en já, þetta er svona, þegar maður er að gera þetta, ekki bara fyrir sjálfan sig heldur, fyrir fólki í kringu sig og fólki sem er með manni í þessu og framtíðina sko, að þá skiptir þetta, þú veist, allt þetta fer alveg út gluggann og maður bara gerir þetta, þú veist, þetta er, ég mun aldrei gleyma því þegar ég sá hvort það var í Landsbankaauglýsingu eða eitthvað sko, þá var það kona sem var hlaupandi, ég sé man ekki nákvæmlega hvað þetta var eða hvenar sko, en þá hún var lituð sko, þótti svo ótrúlega vænt þetta, þetta var alveg, þú veist, ég held að fólk fatt ekki þyngdina og verðinguna sem maður finnur fyrir og bara, hvað segir maður, svona inclusivity, þú veist, það er svona að því að þú veist eins mikið og fólk sko elskar krullurnar og þú veist og bara með slita fólk svo fallegt og jara þú veist, já, svona eðlishyggja algjörlega og fólk meina vel og allt þannig en þú veist að sjá þig einhvers staðar í auglýsingu þú veist eftir að upplifa það að fólk komi fram við eins og að þú ert eitthvað minna en sko eða þú færð ekki sumur réttindi eða ég ætti bara, veist, þau eru fegin fyrir það að ég tala íslensku sko, þú veist þannig að þess vegna er mitt þetta, þú veist að vera í þegar ég sé þið segja mig
mun ávalt verið í menningarsögu Íslands og við gerðum eitthvað sem hefur ekki verið gert á það sem allir eru litaðir á sviðinu og ég mun sko ég myndi leika sína þessa sýningu á hverjum degi þangað til í degi sko ef að fólk myndi biðja mig það sko en já, hann að bara fá að þakka öllum þeim sem að tóku þátt og gerðu þetta veruleika sko bara, já, en þú veist einmitt líka eftir þetta, þú veist, þetta er náttúrulega eins og sé, þetta er ótrúlega átakalegt, þú veist, maður þurfti fyrir mig þá þurfti ég taka bara með frí og vinnu bara því að þú veist, erfitt að vera að gera þetta og maður bara er að æfa þetta 5-6 tíma á hverjum degi og svo bara ég fara að vinna, þú veist, allt í einu, þú veist, og þú veist, það er bara, þú ert bara ekki einu sinni 50% á staðinum, sko, þú veist, og vinna mín guðsjálf og skildi það líka alveg og ég var mjög heppið með það og hann að ég fekk mitt tækifæri til að gera eitthvað sem að svona mínum vati svona actually skipti máli í mínu lífi, sko. Já, akkurat. Já, þetta er það er mjög mikilvægt og ég náttúrulega bara veit það eftir að aðliðið brúmbötn á Íslandi þá er það bara þannig og ég held að ég segi maður er ennþá dálítið að allan fyrir mig sko veist, ég held að kannski eftir 6 mánuði þá kannski er ég búin að ná aðeins meira utan þetta og svo kannski eftir aðra 6 mánuði þá er ég búin að ná meira utan þetta því þetta er bara svona ennþá að koma í pörtum og svona einmitt svona hvað maður er að gera fyrir sjálfan sig og umhverfið sitt sko já, þetta var besta ákvörðun sem ég teki allan. Já, akkurat og örugglega fyrir fleiri. Já, algjörlega, sko, ég held ég get alveg talað fyrir okkur að ekki segja það, sko. Einmitt. Að því að nú er náttúrulega líka, sko, bara svona almennt svona vaxandi rasismi í samfélaginu. Já. Er það eitthvað sem að þú hefur orðið var við? Hefur þú orðið var við? Sko, það breytist aldrei neitt. Nei. Þú veist, þetta fólk hefur alltaf verið hérna. Það mun alltaf verið hérna. Já. Og ég ætla nú ekki að koma að þessu eins og þetta sé eitthvað svona losing battle, sko. Nei. En þetta er svona, ég veit ekki hvort að við séum að gleyma okkur. En ég held að kannski munurinn á kannski deginum í dag og fyrir 10 árum að nú eru kannski fleira fólk í almennilegum stöðum sem eru að tala svona. Þú veist, eins og í fyrsta, sko, þegar ég sé þig byrjaði sko sem verkefni hjá henni Kanumu í Listaháskólanum, útskriftarverkefni hennar. Já. Og ég var í því, tókum 2 sýningar, Lúis var einmitt í því líka. Og mikið af frábæru fólki og afreksfólki. Þá var ég með stiklu sko hvað heitir þetta piece of shit hann var formaður Framsóknar Sigurður Ingi Sigmundur Davíð eða Sigmundur same, þú veist, same but different þá þegar hann þurfti að biðjast afsökunar kom með þessa Facebook afsökunarbeiðni fyrir hvaðan er hún ættuð? Já, akkurat. Svo erfið með nöfn. Já, hún var held í formaður bændasamtakana. Já, hún er ættuð frá Indonesia, Vietnam. Já, einmitt, hún er komið hingað. Já, afsaka mig. Indalkona, einmitt, já. Og svo hendur þau bara í eitthvað umkunnverð afsökunarbeiðni og svo kemur þau bara í sjónvarpi og þá bara ég var það sem að við þurfum að gera sem landsmenn og bara what's all this we, sko, af því að þegar enginn heyrir, sko, þá er þú veist, þá er þú hérna og ég er bara negri, sko. Það er bara hannig, þú veist. Þannig að núna fólk er bara meira að segja hlutina upphátt og so be it, þú veist, en ég get bara gefið sex mikið, þú veist, ég náttúrulega get bara stjórna því sem er í kringum mig og hvernig ég kann dökta mig og þú veist, það er eins og segi, maður lendi í þessu, ég lendi bara í svo Suðurgötunni fyrir nokkrum árum, sko. Og og þá einmitt, sko, þá að því að þú svo viltu svo reyna að espa mig upp, sko, og nú verð ég að hugsa, ok, þú veist, þú heldur ég sé dýr þannig að þú vilt sjá mig haga mér eins og dýr og mín hegðun, hvort sem það sé satt eða ekki, í mínum augum hefur áhrif á aðra sem eru eins og ég, þú veist, í þessari stöðu er ég dálítið að representa allt mitt fólk, alveg sama hvaðan þú ert, bara litaður, þú veist. Þannig að hvernig ef að ég missi síðan vitið mitt, ekki það að ég sé eitthvað ofbeldisnegur eða getlaði með einhvern, en ef að ég missi vitið mitt og ræðist á því, hvernig ætlar að horfa hérna þá, veist, þannig að það er mjög mikil ábyrgð sem að fylgir
stoltinu. Já, það alveg, get hygglust tekið undir það og bara já. Það erfitt að já, hvernig get ég orðað þetta, þú veist, heimurinn hefur alltaf verið hatur og þetta ömurlegt að segja en það hefur alltaf líka verið ótrúlega mikil ást. Þannig að þetta kannski bara spurning perspektíf. Já. Og ekki að lifa hlutunum að fara að svona ekki reyna að dvelja þeim að því að þetta mun bara konsúma þig sko. Þú áttir að eyða öllum stundum í að pæla í af hverju fólk vill ekki að og sér til sko. Já, akkurat. Já, líka þegar fólk kannski áallar eitthvað sérstakt bara þegar það sér þig og er búin að ákveða hvað þú ert eða hvað þú veist og, já. Það alveg bara skúli, já, ok, þú lítur ekki út eins og skúli. Ertu vissum þú heitir? Já, nákvæmlega, það það millinafn eða hvað, er það kemur það eftir eða undan Muhammed? Já, það náttúrulega svona arabahatrið náttúrulega gríðalegt núna. Alveg, þetta bara íþróttasti sport, sko. Eða muslemahatrið í raun og veru, sko, það svona. Og svo það einmitt þetta, sko, þetta já, ég ætla ekki að fyrir mig út í það, sko. Nei, það alveg heil bók, sko. Einmitt, en einmitt, þetta bara, veist ég, það var líka eins og talandi leikriti, sko, að þú veist að þá var það líka, sko, veist, maður alltaf hugsa líka dálítið út í þetta, þú veist að, veist, við erum líka bara mögulega að setja bara ennþá stærra target á okkur, þú veist, og maður tekur því, þú veist, ef það þýðir það að, þú veist, vinkonur, mitt, Viktoríu, stelpuna sem með okkur í sýningunni sem eru 13 ára ef það þýðir allar með þess að þegar þær voru að koma hérna á sýningunni og ég sá þær, þú veist, ég hugsa ok, þú veist, ef það stærra target á okkur, þú veist, þá skulum við frekar taka, þú veist, ég gleðilega þá teki ég höggunum svo að þið þurfi ekki að díla við það, þú veist, þú veist, og þó maður sé einmitt, ekki, þú veist, afbrýðsamur, ekki afbrýðsamur en að, þú veist, að hafi ekki kannski fengið þetta sem krakki, fattar ekki hvað en þá einmitt að fá að vera þessi skjöldur eða fá að vera þetta andlit fyrir fólk komandi kynslóðir, það er Já, það líka sem að ég hef svona svolítið líka ströggla við með sko rasisma, það að þetta oft svo, þetta svo hengt á sko, þú veist, þegar það að tala alls konar einhver svona verkefni og lausnir þá þetta alltaf hengt á einhvern veginn sko innflytjandamál, en þú veist eins og minna þú ert ekki innflytjandi. Nei, einmitt. Þú veist, það þetta ekki, þú veist, brúnir Íslendingar náttúrulega bara passa ekki inn í einhvern veginn það box. Þú veist, að einhvern veginn að sé þú veist, að því að svo geta innflytjendur verið hvítir og þeir geta verið rasistar. Þannig að þetta oft svolítið svona Já, þetta ótrúlega skrítið, sko, þetta fyndin staða líka, sko. Já, korrekt. Og það einmitt, þú veist já, það ótrúlega fyndið og óskiljanlegt að þegar maður, sko, fær einhver svona köst á mann, sko, frá einhverjum sem maður veit ekki betur sko og þeir eru yngri en ég og ég alltaf að pæla bara en ég búin að tala íslensku lengur en þið þú veist, það segir mér að fara heim ég býð hérna bara götuna ég er búin að búa, þú veist þetta það í Vesturbæinn þá já, einmitt, ég skil bara ekki en þú veist, en svo náttúrulega aldrei hugsa út í sko og ef við tökum hérna Afríku úr þessu, hvað erum við að taka með okkur þá þú veist allt sem að fólk finnst vera kannski typical beauty standards eða svona whatever, þetta allt svona þú veist, þetta svona, þú veist, fólk vil sko hvernig get ég orðað þetta kannski dálítið grimmt að segja en þú veist, þú veist þú mátt segja þú veist, ég heyrði einhvern tímann utan að mér að það var sko að vilja allir lít út fyrir að vera dökk en að vilja enginn vera dökkur sko. Ég veit hvað lagður þetta vitni já, nákvæmlega þú veist, þannig að þetta þú veist, þetta svo mikið sko, einmitt að þú elskar kúltúrinn og lalala og allt þetta dæmið sko en segir ekki sitt sko þegar einhver að haga sér eins og halvviti almanna færi sko því að þegar ég lendi í þessu sko þegar þessi maður var að espa mig upp sko þá voru hann með einhverjum vinnu sínum sko sem að skömmu sér mjög mikið fyrir þetta þú veist, hegðuna hann sko en ég horfði á þá ég bara en þið eru alveg sama þú veist, sama pieces of shit því að ég sá ykkur ekki segja neitt við hann þegar hann sagði þetta þú veist, þannig að þið getið alveg verið bara sorry að ég sagði ekki neitt sko þegar ég kominn sko en þú veist þetta bara, þú veist, þannig að endilega fyrir alla þá
sem að heyra og sjá þetta, þú veist, bara ef fólk, ef vini, sérstaklega ef vinir ykkar, þú veist, að vera að haga sér svona, þú veist, ég genuinely heyrði mannin segja, sko, bara, já, og svo eru næröndin með svo stór tippi, sko, ég bara, já, nákvæmlega, nei, þú veist, og ég bara snóki hvað, er þetta þá afbrýðisemi, eða, þú veist, vilt þú það, en við erum samt, þú veist, hérna niðri, þú veist, allan, ég sé þess að 3 vinir sem var þetta með, sko, og þeir segja ekki neitt og skammar sér mjög mikið og ég bara svona, þú veist, þið eru bara alveg í sama bát og hann, þú veist, ég veit ekki hvor ykkar er fucking verri, þú veist, þannig að þetta er bara, þú veist, talið við vinni ykkar, alveg sem átt að segja rasismi eða homofóbía eða sexist eða eitthvað, það er bara checkið í fucking vinni ykkar, þú veist, bara aðeins, já, þetta er, ég veit ekki, þetta er, þetta er, svo, maður stundir líma bara eins og maður sé, sko, öskrand á tunglið, sko. Old man yells at cloud, ekki? Já. Þetta er nákvæmlega það, hann er alltaf svona þegar maður finnur sér fara að hækka röddina og vera eitthvað espur, maður er bara að taka hérna eða eitthvað, sko. Akkurat, róa sig. Já, taka sér göngutúr og sígarettu. Já, einmitt, já. Hérna, já, ég myndi gjarnan vilja taka einmitt svona, fleiri svona umræður með hóp, já, það er ótrúlega hérna. Já. Ef veður leyfir. Já, ef veður leyfir, já, takk fyrir að koma í þessu vonda veðri, það var hérna, þetta var alveg bara hérna, við erum búin að vera í miklum afbókunum í dag. Já, hérna, já, en bara hérna, Skúli Ísak Kassi, nema og vilja segja eitthvað að lokum þá hérna. Ég veit það ekki, Frjáls Palestína. Já, einmitt, fyrir utan það, bara alltaf Frjáls Palestína. Og bara hérna, hætta stríðum. Já, hætta stríðum, Frjáls Kongó, Súdan, allstaðar, bara. Friður. Já, þegar ég sé þig, sé ég mig. Friður. Einmitt. Takk kærlega fyrir komuna. Og við bara biðum ykkur að doka aðeins, það er örugglega eitthvað annað hér, handan við hornið. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Og á þeim nótum ljúkum við rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka kærlega fyrir öllum þeim viðmælendum sem hingað hafa komið og Birni Þorláks og Pétri Fjellstedt fyrir samstarfið í dag. Ég vil minna á að þau sem hafa tök á að gerast áskrifendur á Samstöðinni fyrir 2.750 krónur á mánuði eða meira ef fólk vill, þá er hægt að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og hægt að velja áskrift og ganga þar í áskrift. En við bara þökkum innilega fyrir okkur í kvöld og já, við eiginlega sjáumst á morgun í vikuskammti klukkan 16 og svo er helgispjall klukkan 9 á laugardagsmorgun. En svo bara er rauðaborðið komið í smá páskafrí í 2 vikur eins og við sagðum hérna upphafið þáttar. En þannig að ég þakka bara fyrir í kvöld og við sjáumst. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er Samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð Samstöðina.